Pilsina eru tilbúinir, það föstudagurinn 2. maí. Glampandi sól í höfuborginni og FM 95 blöður hafið göngu sína. Ég ætla að segja að drengir á bara sturlun. Þetta er rosalegt. Við erum hættulegir. Já, það er bara, staðan er bara þannig. Það er bara 20 steg hitti, glampandi sól. 30 steg, það er 3 stafa tala úti. Ég er bara beer, Máli, ég er bara með reglu í lífinu. Ef það er sunshine, þá fæ ég með beer. Já, þá fínt og búur í Íslandi. Sem er vesend, ég er á tenni, við ekki það. En þetta er einn þessu dög. Það er sunshine. Já, það er sól og rísa þróttur tilkynningi okkur eftir. Það er sko sól, þetta er bara, er þetta ekki bestu dagur hinga til það? Já, ég meina það, þú veist, þetta lukkar eins og alveg 12 gráður að núti. Sól og bara... Já, ef þú ert í sól og skjóli, þá er það ógeðslega heitt. Ég meina, í úlpu. Ég labbaði í ból frá Lífa, hérna yfir. Meðan að Stóni var í 66 flýspeysu, en verið ból. En máli er að þetta er bara fínasta veður og við erum í gýr. Já, það er bara mánaðamót og það eru allir í gýr. Sveimir tilkynning. Já, United vann 3-0 í gær. Til hann ekki með það, United. Það er ótrúlegt. Já, einhvern veginn tókst mér að ekki vera með pening á því. Hörðu, ég líka. Ég set alltaf loyalty bet á United. Það er ekkert því að tapa meira á æðum minni en loyalty bet á United. Já, ég sá stöðlinn 3.60 United. Ég var að setja United. Einhvern veginn fer ég inn í það að Højlund to score, United to win. Hann náttúrulega skoraði ekki. En það skora hann aldrei. Ég held að einu framherji bara í heiminum sem að skorar ekki. 360 vannalega ég sett bílinn á 360 sko. Það er Stóni. Setur á United og raka greinu hlátri. Einu maður sem grænda okkar mönnum. Ekkert með þetta mig því ég gleymi að setja bet. Jöfull er það þreytna. Þetta er þegar nú rætt á þetta drengir að þetta er sko þegar þú ert í apríl og mæ það er alveg sama hvaða dagur er. Það eru bara í kvöld. Það er Grindavík Stjarnan. Það er alveg sama hvaða dagur er. Það er einhver geggjaða leikur í gangi og þetta er, ég elska Afturheldingaspil í bestu deildum landsins bara annarkur dag sko. Þú mætti nú síðasta föstudag. Já, ég reyni alltaf bara að mæta eins og ég get. En ég náði ekki að mæta síðasta mánudag á kórualeikin, þeir voru báður á sama tíma sem alltaf hendaði ekki alveg nógu vel okkur moslingum. En já, ég bara býð eftir Stjörnunni sérstaklega sem er núna á 5. maí og svo er náttúrulega aftur, sko, handboltinn er bara í alvöru keppni að það með afturheldingu, það er 2-2 Valur afturhelding 2-2 og heimaleikur á Val næst sko, þetta er og það er rósa afturheldingu, þetta eru langmestu fyllibittunar og í öll sko, og hóru bara svo þú finnur þessu bestu þú veist þá ekkert annar lið breyk í bara jafnmarga, jafnfull og það er til fyrirmynd álur stuðning þess að liðið sjálft afturheldingu er svo sterkt lið og heimavalli þegar þú veist hann er basically að segja bara það er stemning á vellinu já, en ekki á leikmannunum þetta er bara eins og þeir fóru á Sviði og Kali og að núti fóru hann á 25-30 mósallíkum áttum við sig þá settu alltaf liðið það þegar að blösa ég þekki minn mann svo vel þú sást hvar ég var bara í heiminum það var nú bara tekið hérna ég þekkið ekki að hversu marga getur þú tekið aðeins að sjá á þér ég sé að Steindi komin í AC-gýrin eins og hann var hann á Suðurinn og taldu Kali og Jökullur á leiðinni hann er framan á búningunum en hérna talandi sem þetta þegar ég var ekki alveg viss hvort að Egil var að tala leikmenn eða áhörundur ég veit Ég er að tala um leikmenn Ég er að segja, máttu Ég er að tala um stöðningshópin Ég veit að, máttu spila fullur í bestildinni Máttu spila fullur Já, það er ekki að blása fyrir leik Ég er bara að segja, máttu fá þér 8-9 bjóra og taka eitt leik Spila leik Setur hann í vikilinn og öllum dröndast Máttu það ennsku og máttu það út allt það Það er bara bannaði wipeout og þannig asnalögum keppnum sko Ég var látið blása fyrir wipeout Já, wipeout Það sagðist mér enn ekki úti En það er heldur, mér finnst þetta svolítið spennandi að heyra þetta að þetta sé ekki sko Finnst þetta spennandi að heyra það mig spilaði fullir? Nei, mér finnst það bara ég er ánægð með það ég þól ekki að sé alltaf vera að setja alveg endalista reglum Er þetta spóið að sé betra að vera eftir 1-2 þú ertu kannski Þetta kannski aðeins einhvern veginn tekur mér í sjensa og meira til ég Framherjar gæti alveg verið búin með 2-3 þóra þessa stundin að vaði bóltan Ég trú ekki sem ég þessari umræð Það er 2 íþróttum sem að hjálpa þér að fá þér kannski 2-3 fyrir leik Píla og keila Gólf líka Líklega spottsja Já, gólf reyndar Verða mjúkur í gólfi Á sett ekki að ofhugsa Já, bollusportin En þú sett ekki ofhugsa Þú getur ekki mætt í fótboltaleik eftir 2 kalda Það er bara hann En þú hættir að ofhugsa Ekki að spila á hæsta leveli Og 2 kaldi Þú finnur ekkert á þetta 2 Eins og þú varst að tala drullið verðan Holland fyrir að vera ekki að skora
Højlund heitir hann Já, þú veist, Haaland skorar Það og kannski bara skorar. fá sér að beer Ég meina hvað Það er ekki bara mögulega að lesa lesa. 2-3 bjóra myndi kannski fara að skjóta markin Hann nú danskur Svein Karlsberg myndi ekki drepa hann sko Þetta er góður upplýsingar á fösti Já, ég bara held að vissi að það hvað heldur í alveg og setja bara að labba á fótbolstöðal og setja látum blása Nei, ég held það ekki, en ég held kannski að þetta er eitthvað svona sekt eftir leik að kemst í ljós og að spú með 12 Nei, það væri þá bara frá félaginu Já, það væri bara félagi myndi refsa Ég þér held að fáir myndi mæta í glasi En ég held Fáir, að bara enginn. En það er má samt. Reyndar í gamla dag var þetta þannig hérna Arsenal, Paul Merson og okkar besti menn Ég held að þeir hafa alveg búin að fá sér 2-3 Ég meina og Roy Keane að þunnir ykkur einsta leik sko Þetta er örugglega erfiðast fyrir Það var markmenn. það aðeins í þér Já, það er í blóðinu Þetta er ekki gott fyrir markmenn Þeir verða að sjá alveg vera með laser Og fókus ég held að Þetta er ekki gott fyrir neitt. Hún líka Tony Adams spilaði nokkur leiki mökkar Ég get lofaði því sko Já, ég Þetta er gamli Okkur er skóli þetta allt Arsenal Ég get lofa því að núna rignir í inboxi á okkur einhverju leikmenn sem eru líklegast alltaf búin með 2 sem eru að spila Ég skal bara taka upp hanskan fyrir alla íþróttamenn í Íslandi Það er enginn með 2 í sig Það þarfst ekki að taka upp hanskan Ég er ekki að segja Þú heldur þetta sé Ég er bara ekki að segja að sé allir í því Ég er að segja að máða Ef þú ert í Það má, fjórðu eða fimmtu deildinni skilur Frá stemningsmaður til hvíta Þá riddarunum já. Þá ertu bara fullur í öllum leiki Þá eru menn En með ef þetta er sígarettur best, Spila með þá- sígarettur Það er mikill munu að vera í hvíta riddaranum og vera bara að spila í eftir deild Hvíti með riddarinn er Afturlínu. fön heitur þess að dana Ég ætla bara að segja hvað Já, eigin fyrir alltaf Ákveður það alltaf svona Liðþjóðar sem þú situr Ég er bara, að ok. hrósa Ég elska Ég er í hvíta riddarinn sko Ert þú? Já. Ok, það segir En þú veist, ég er í bumbu-deildinni Þú veist, það er alltaf, þú eru með lið, hvítarittarinn Þú mætti ekki deildinni. Gylfi sig á æfingu dag Jú, það var hjá Fálkonum Já, já. En sko, málið er að ég er ekki í keppnisliðinu hvítarittarunum Ég á leiksamt sko, ég hef keppt En ég er að segja, ég er í bumbu-boltanum af því að, Með sko, þeim, já. já, af því að hvítarittarinn er í rauninni ekki bara lið, þetta er lífstíl Ef þú ert ekkert búin að vera, það ert alltaf sko Herru, svo Eitt er sem þetta skáti, rísa já, dagur skáti. Til að hafa mikið með Aron Já, Svonin ámali, David Beckham með 50 í dag Já. Þetta er Og Valdi Björn Valdi Björn, hann líka sko Aron er 4 ára núna Þú settir nú Og Valdi hann Björn á- einhvern veginn á topp 5 hann á- Getur okkur fylgstu kallmenn landsins Ég meina, pældi í því að ég Walkman. sama ammælistag og Valtarinn og David Beckham Það er Ég held að stórt. málega hann er 4 ára og veit ekki neitt Nei. Þegar hann verður eldri, það gjör beitir lífans Já, já Valtarinn Gjör breytir því ekki að gaman að Ég veist, þessu þetta er risastórt sko. Risastórt Egið Hvað ég komið stærri, Valtarinn eða Beck sko, án grín sko Egið þið sjálfur vitum ykkur aðla sem er ammali sama dag og Já, þið og Ronny Coleman, einn besti bodybuilderi sem Þetta veit ég það, þú veist alveg hvernig þú ert að tala hérna Ég veit ekki hver á Blöð ammali getur að tala um svona 20 mann Nei, sem þeir eru fáir Kevin Bacon er stærstur hjá mér Það er geggjað Hann á gæi. ammali 8. júli Það er huge, það er risa Það Ég var er risa það. sæl Ég er með- ég er Það er með svolítið- rosalegt. ég er með stórt nafn líka sko. Kevin Bacon Ég er náttúrulega 9. des Hemmi Gunn Það er Já, það er líka það Okkar er besti risastórt. maður Já, sko. Jú, þannig að topp maður. það er stórt Þannig að hérna Alvöru meistari. maður er Rest in gaman að peace, sem- maður. Já. gaman að sem ammælistöðum en já, Valtarinn og Hver er aðru blöð hjá þér hérna Þeir eru fáir sko Ekki spurt gerfukendina, þú vilt sko Já, ég er búin að fara oft yfir þetta Við erum Frægir náttúrulega með ammali eiga spöld dagsins í afmæli 70 8. mínútur sko. júlí. Hvað frægir amal 8. júli Það sjá, kemur hérna Kevin Bacon kom fyrstur Auðvitað, ég sá það, Áttur já. kongur sko Mennu að tjekka á 9. des líka Hörðu, svo kom bara eitthvað trúðar hann inn Við erum fáir Tjekka á 9. des Jaden Smith sem er Sonur svona Will Smith. grislingur Will Smith Sonur ok. Will Smith. Sophia Bush Bruce, eins og bandið Hljómsveitin Já, Beck Hansen, hörðu ykkur Beck minnst reyndar. impressive I'm a loser baby Já, Það er já, þetta stórt lag sko Það er Ég veit þetta þetta lélegt Ég maður tek hanskar það fyrir blöð, það er stórt lag Beck er stórt. I'm a loser, baby, why don't don't you you kill kill Jóni me? 9. DS 9. des Þú og veit ekki með fleiri celebrities en Það blöð hlýtur sko að vera, maður. En hann er með Kevin Bacon Ég er bara Gemmi- með baconin Gemmi- Það eitthvað rýfur sér stórt, vel maður. upp á honum Hörru, Kirk Douglas maður Það er Startar á legend. Álveru Kong já. John Malkovich, boom Hörðu, Ég svo myndi bara samt segja trúðar Kevin Bacon er yfir þarna Svo trúðar eftir það sko En 13. mæ á þínu Já, dag nú fæ ég álveru, Svo bara nú trúðar. fáum við lista Ah, Robert Pattinson Góðuleikari Gefum það Stevie Robert- Wonder, hvað er að gera í Ok, því? Stevie Wonder er stórt Það er helviti stórt Og þessi bæður eitt hjá mér hana En okkur telur hún ekki Ronny Coleman Því að hann er Hann er- ekki það stórt nafn Mr. Olympia 8 sinnum Já, reyndar, gefum það Við tókum hann í spjall, mástu Já, Komið skaftalið. Hittum hann, Já, hann var geggjað Rísa stór maður. Mástu, það öskandi lightweight baby leir En það er í hjólastóli dag, hann detta það mikið En það er svo það er Já, ég sá einhverja heimildamöndum hann Hann er á Já, hann var að lifta ekki skinsamlega Þú veist, Það Nei. var ekki mikið að hugsa, hörðu Það hvíl í dag svona rústa á sig líkamann Já, Takka, ég byrju, tek gufu og pott í dag Maður lítið í því, sko
fóru þá hnén eða Bakið Bara allt bakið. Og okkur, 10 uppskurðir og sumi gengi ekki vel og allt í abaskýt. Það þarf að passa detti, detti er hættulegt, Það þarf að sko. byggja prógrumin skynsamlega upp Orðan þannig En sko, talandi drengir, stóra dag, það er tilkynning hjá okkur klukkan 17:00. Já, þessi Tengist höllinni 31. maí. Síðasta Stór. atriði tilkynnt. Já, þetta er sko, svona Nú og er þetta line-upi klárt eftir daginn dag Já, Það hafa líka, sko, fólk hefur verið að spyrja mig hérna, út í line-upið af því að við erum ofta að tilkynna, þú veist Hnittuna, Birnir, tilkynna, þú veist náttúrulega, Mercedes fólk Club veit er á comeback. Timmy en það væri gaman fyrir fólk Huge að sjá comeback. bara svona, herru, hérna er line-upið og það er að koma á eftir, Já. með síðustum tilkynningu. Og er að glæðilega plaggat Það sem að við skrifum niður line-upi Það er rosalegt að horfa á þetta Og tímasetningar. Á blaði Þetta verður Þetta er besta svolítið- partí í sögunni. Þetta er svolítið overwhelming hérna Staðan á- line-upið á þessu Þú horfir á þetta blaði Svona án grín sko Sko, staðan á höllin er bara þannig að við tókum frá höllina og frjáls íþróttahöllina til öryggis. Við vissum ekki hvernig þetta yrði. Höllin er uppselt. Löng fyrir löngu síðan Núna Það er erum við mánuður bara við núna er bara officially búið að færa þetta inn í frjálsíþróttahöllina og það eru bara hægt að köpa með. Hvað ætlar að nota gömlu höllinni í? Hún var bar. það er bara Bar. Það er Eina rosalegt sem að böggar mig í þessu samt að mér langaði svo að byrja þáttin í dag á tilkynningun og segja en Já. ok, 17:00 þá kemur Við erum að Sko, býða ennþá eftir rosalegsta trailer of all time. Hann er að lenda Ég veit að það eru margir sem eru örugglega í svipuðum bransáðu við og þegar við segjum að það er allt reddi á síðustu stundu það er svolítið hérna Já. Við erum búin að smíða hennan trailer núna konceptið er gangið 2 Tvær vikur vikur, já. Við erum ennþá að býða eftir final og það er launch klukkan 17:00 Þetta er alltaf síðustu stundu, þetta er stress En það er Þannig bara að móti þannig. kemur okkar besti maður Átni Beinteinn með hann að bolta og hann deliver alltaf neglu þannig að hérna, þetta verður klárt Draumur er búinn, drengir. Já, Ekki alveg, það er þetta auka þáttur í kvöld. Já, það er svona behenda, nei bara, þetta er svona við að ræða seríuna. Já, þetta er samt svolítið behind the scenes. Það er verið að ræða, það er verið að fara yfir nokkur atrið, verið að fara eins betur yfir, hann er aldrei hægt að sína öll atriðin og svona, þannig að þetta eru svona sögur og það eru viðtöl við til dæmis Fannar og Benna sem voru hérna pródúserar og kameramenn. Ógeðslega skemmtilega Viðtöl við hérna Djöfull var gaman að fá þig inn í drauminn maður. Við þurftum þetta hann í lokin. Já. Við vorum gjössanlega búnir, Egil mætti feskur. Djöfull var gaman. Mér leiddist ekki þarna, ég verði viðurkenna það að allir sem koma til mín í mæli hvað er þetta komið með hár? Það voru ekkert margir sem kveiktu þarna í Seft og þegar voru sköldóttur Þú lögst þetta hefur verið fyrir auglýsingu. Það er líka rosa margir sem halda að þetta hafi bara verið tekið í síðustu viku. Þetta var september. Þetta var tekið upp í september. Og það er fólk sem á horfuna að fatta einmitt að spyrjum allir hvað þetta komið hár eins og þetta tekið bara í fyrra það en séðan er ég, sko ég tók upp eins og útskýri í blöðkastunum daginn að það var mjög erfitt fyrir mig að með ekki posta content þarna í Dubai ég er en influencer Þú varst að vera rugglaður. Það var vel yfir það í síðasta ætti. Og ég er búin að bóka eitt besta gæði á Íslandi, John from Iceland smíða fyrir mig The Real úr allt sem hann er með okkur Af hverju ertu að láta 2 svona? terabætar efni ég tók hérna Ertu að borga manni fyrir að búa til ríl fyrir þig? of course Ég ég er að fara að sína behind the scenes footage Metnaður Þegar er alls konar á mismöndum stöðum Ég er bara svaka. Ok, þannig þú ert að borga manni fyrir að búa til ríl fyrir þig já, behind the Það scenes er- real pro Dubai þegar vorum á því Ég the vil eftir pool ruglaði mig. uppi Ha, Menni þið voru upp á Við vorum allir þarna hell of a goddamn Við erum time, man. væntalega með í rílinu. Já, þú ert á miljón stöðum sko Takk hérlega. þannig að þú ert líka mjög huggulegur hann sko. Takk fyrir. Það reynda vil Steindi meina hann hef aldrei verið jafn ómyndalegur og ég loka þetta Hörðu, ég bókaði strípuna fyrir höllina mér Ég var í morgun ég var hjá Robba í Kartir í morgun Ég sagði, hörðu, þetta bóka mig í 90 mínútur en 30 og hvað þeir bókaði 90 mínútur strípur daginn fyrir höllina Sagði þú að hversu langa tíma strípunda tækir? Ég þarf að vera í hitan og þú veist að setja með hettuna og svo þarf að plokka drastlið og allt þetta Herru, við ætlum að fara Þannig að ég er að fara frumsýna glænýja strípu daginn fyrir gig Frábært þér Hérna, við erum með alvöru þátt í dag drengir Við komum inn á hana Jökull í Kali og hann er á leiðinu Það er að koma ný plata og nýtt lag sem við spilum hérna eftir Það er rísa stórt sko, við erum ekki að fá okkur trúð úr okkur bílskúrsbandi og sauðokróki sko. Þetta er bara vinsast að hljómsveit í heimi Við erum með og hann að heims gefa út heila plötu En við erum með heims frumflutning á lagi á eftir Með Kali sem er stemming og talandi góða söngara Jóhanna Guðrún líka að koma og hérna Johanna, það er mamma þarf að djamma þér að fyrir í gang og ég senda á hana bara, herðu, ok, ertu ekki til að taka lag?
Hún bara, jó, alltaf til í eitthvað Hún fara að syngja Alone með Heart í karaoke eftir Shit Það er lag. Það er króksaralag Till now Ég veit ekki ennþá hvaða lag það er en Þú heyrðu leið Akkur þú aldrei tekið það í karaoke syngdu smábút Maður heyra aðeins hvað lag þetta er Bara viðlag Þú veist alveg hvað lag Já, bara segðu það bara Hvernig getur maður heyra ekki Það Till var now I've always gone by on my own I never really cared until I met you Vá, hvað ég veist þið takkit oft í karaoke maður Þetta er lag Hefur þú tekið í karaoke? Nei, ég var aldrei Jú, tekið það var að Svessi Það var Svessi, já Þetta er eitt af þessum Þetta er top 10 króksaralag Já, stendingunni Þetta er þekkið bara þetta lag. ekki Þetta er ég sandwich Nei, ég Það þekkti er- leið að sagði þetta Já, ég veit að söng Páll lagið Ég veit ekki En ég ætti að hrósa sjálfum mér þannig að ég þekki mín takmörk Ég er ekki að fara að taka Alone með Heart í Nei, karaoke nei. Staðfest En Svessi veit ekki það Ég er farin að taka Skattmann John Það aðal er geðu Tókst hann sjúklega það með ölgerinni og hendur í það bara Herru, ég myndi ekki eftir að tekja það Taktu næst Það er skemmt að vita. Taktu Ég tók Ekvador það bara, sá það svo bara var takkaður á í Instagram Tókst það í blackouti Nei, þú veist ekki, Hvað þá? þú veist, þetta var bara svona ef maður vakna, ég var ekkert að Hvar tókstu Ég var þetta? ekkert að rifja upp, þú veist, jú, ég veist, þetta mundi Tókst það í blackouti Nei, 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 þú veist, það voru allir komnir í Herru, Ekkert að við vorum skammast að þín. Nei, ég var ekki Það í er því hrós. Ég var ekki í því, ég er að segja Ég bara var ekki að vakna og rifja upp eitthvað karaoke-flutninga þegar maður feir bara í karaoke En svo allt í Ég henni veit var að ég þú bara að tókst taka og skepnan. bara Anskotin, tók ég skatt, mann Svona er þetta bara Herru, ef þú mættir Geðveikt lag. ölgerðina klukkan 3 þá veist það endar illa Já, Það gerist Við fórum í Við fórum í light tour hjá Ölgerni Þeir búin að smakka light Það sem við 7% við Good södruðum light. Já, við södruðum Við lærum hana að light beint úr draslinu er 7% Svo þannig að hvernig kerðu niður í 4,4 Ég ætla að gefa bara sérstætt sjárat á Ólar Rúnar Begga, Egil Sig, Stulla Bruggara Þetta var alvöru King stemning, Snorri maður. bruggari sko Nei, Stulli Fyrir ekki Stulli og- Klippum þetta út Já, já. Djöfull að hafa mikil topp maður Já. Og hann vissi allt að hvernig að brugga að góðan motherfucking Hann beer er að lúkkaði eins og Hann Bruggari með skeggið síða hárið bara ef ég ætti að finna bruggara Já. og bara búa til mynd á honum Já. Það er hann Já, Og svo fórum við beint þarna af úr light-turnum líka Það sem ég elska líka að hérna við fengum svona sögu ölgerð til þeim okkur og Garðar var líka í alveg að skýra það Þetta var tjöfusins veistla var Hver stopnaði ölgerðina, hvena var hún búið Tommy, til allt Thomas. þetta? Já, Já, King Tommy Tom. Thomas Já. Og hérna, mögnu saga bara þetta rosalega fyrirtæki Svo fórum við á Monkeys og Ég myndi- djöfull, það er góðu stað Ef við erum hreinskilnir þá var þetta þegar það var komið inn í áfengi hérna svona kvöldið þá var þetta svona mestu perlu fyrir svín sem að hægt úst, Já, það verið að opna flotta Þú tókst við flöskur fyrir- vín og af einhverju kampani sem fekk 4,7 hvað heldur að svoleiðis flaska kosti Ég held ég að ég aldrei skanna 4,7 við vín og ég er með virtur á við vín sko Þú ert ekkert virtur Nei, ég sá kommentið, þú skrifaði shit Það er mjög virt gaggrinni Það er ykkur að segja bara, herri, já, að vera að gefa þessu víni flott að einhver Hvað segir hann í kommenti? Shit, það er ekki verið að Það tala var um kommentið að segja sem að með það sem mjög virtur á þinni Það er ekki verið að rýna í flöskuna og bröðin og svona, það er bara shit, næsta Svo er svo fyndið, Egil Peppa Það er svo fyndið með þetta við vín og dæmið þitt, Egil að við fengum hann eitthvað vín sem Já, að, já. veist, að þetta er eins og ég segi bara aftur perlu fyrir svín, svo þegar þú sást þetta á 4,7 þá veðraðist allir upp Já, mér finnst, bara allt sem er yfir 4 er mjög gott En allt yfir 4,2 er geðsút En 4,7, Það er- ég bara get séð þetta Mr. Rauðvín heldur Þannig ég bara gott við ekki, ég spólaði yfir mig þá, ég sá það sko Sko, Mr. Rauðvín heldur gott En ef þú myndir setja núna 10 glösur fram mig Ein flaska væri á 100.000, ein á 300.000 Ein á 2.000, ein á 5.000, ein á 1.000 Ég myndi smakka þetta allt Ég er ekki viss um hvað ég geti ræða þessi alveg með einhverja röð sko Nei, nei. 100% Þetta er bara sami eins og með sérfræðinga in art Skilur þú fyrir eitthvað sérfræðinga í list og þessar 10 verkrið fram á þegar ræða þessu upp og IKEA-málverkinni er alltaf komin í top 3 sko Hafið ekki séð- Þetta er saman það er auðvinni, þannig. þetta er krefjandi Já, já. En það er samt einhver fílingur að skanna 4,7 Já, það var stemming, en talandi stemmingu drengir, við erum með alvöru þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur Brandarótt pappa eins Já. hann er byrjað að nájast upp kallinn. já, hann Ég sá var- það, þú sýndi mér á hann Ég er ekki að grínast Hann í ykkur sendi samt Ég í sendi lokin. á hann helvíti snemma Og hann sendi rétt fyrir þátt bara Og var í rauninni svolítið að afsaka þá sem hræði mig Ok, Hann er bara að tæma skallinn Hann er bara Hann er að vera búið með efni sitt Sama sem ég Samt með 7 Þetta er sama sem mér með Facebook hérna í blöggastunum sko. Ég er bara hún tómur, þetta er álur vesen Já, já, en hann þarf í rauninni Við gætum þurft að sko gefa hann smá pásu Í kannski 2-3 vikum En hann safnar sko Nein
Nei, bara halda honum á tánum. Þannig að brandarahotnir er á sínum stað og eins og komið inn á hann, þá er Jóhanna Guðrún og Jökull Kali á leiðinni. Risa comeback, Mávar er í dag. Ástæðan fyrir því er að vera að keppa. Já, ég fekk líka spilum þetta til. Já, en ég fekk bara svo skemmtileg skilabóð frá henni Önnu Brynhald. Nú ætti ég að vera búin að kynna mér þetta betur. Mér langar að segja hún sé dönsk og hún sendi á mig að giska? Nei, hún á íslenskan kærasta. Þannig að þau vissu af því að við værum hérna með lið sem heitir Mávar, sem var virtur liður. Hún var að keppa í heimsmeistarakeppninni að líkjast máv. Já, og fólk hefur séð þessa keppni áður. Þetta er ekki fyrst sinn sem hún er haldin. Djúðan er góð maður. Já, en þessi keppni hún er á heim, þetta er bara svo, hún er bara svo Messi í þessu. Já, þá ertu að leika á eftir máv. Og þessi keppni var sem sagt fyrir bara einhverju núna viku og hún er nýji heimsmeistarinn sem er vann hún? Já. Ég held að það væri bara trúður sem þið tekið þátt og hún vann keppnina. Hún er bara heimsmeistari í málum. Þetta grína. Hún vann. Við þurfum að fá henni spjall. Er hún ekki Íslandska Kæró? Já, og hérna Segir að koma, hún er að koma. Ég veit ekki hvað hún þarf að taka. Hún verður að koma og taka máinu. Ég veit ekki hvort þessu búsett sko hér eða annars staðar. Hún getur að koma til Íslands, læna þessu. Ég skal senda á hann og spyrja út í það. En hún ætti að koma í höllin. Á ég ekki bara að spila fyrir ykkur stund að klippa af. Nei, þetta er eftir. Vil ég eiginni? Hvað var spilðu núna? Ég spildi aftur þetta er svo stuð. En þetta Sigur Máfurinn hljómaði svona. Þetta er heimsmeistari. Þetta er fokkin vel gert sko. Það kemur ekkert óvægt að hann tekið hennar titil. Nei, þetta er heimsmeistari. Þetta var bara eins og Máfur. Hvað gerast það? Og hérna, fólk mætir á þessar keppnir í alls konar búningum og þetta er algjör stemningskeppni og ég ætla að segja það bara hér og nú ætla ég að lofa þig. Stóni, lænaðin upp í höllin. Hann nætir upp á svið og tekur Mávar. Ég veit 31. maí. Já, býða þess að ég veit hvað. En þú sendir ekki að gera í það? Já, ég skal senda. Ég veit hvað blöð þykir vænt að sko sverja. Því að við erum alltaf að tala um að lofa að sverja. Ég er að spá ég að sverja og lofa því hérna að ég ætla að taka þátt í þessari keppni einn daginn bara næsta ári. En Steindi, þú sígur í að herma. Ég æfi mig. Þú sérfræðingur að búa til lögum. Ok, ég ætla að lækka aftur. Kóttu með máv. Ég er samt, þú veist Ég var ekki byrjaði samt. Ég var að aðtöða hvað ég væri. Þú ert ekki að vera að taka titilinn. En ég ætla bara að segja ykkur eitt. Ég keppti í heimsmeistara keppni í Sjóði Lufgítar. Glacier með hattin. Hérast þarna maður. Ég er rosalasta kúrugats ég séð. Þá tók ég 3 vikur. Er það svona 10.000 sinni myndalegri við? 4 sinnum á dag. 4 sinnum á dag. Þetta er bara svo að horfa okkur. Æfði mig bara á fullu. Hérast það. Ég ætla ekki að hætta að tala um það. Ég æfði mig bara á fullu. Æfði. Þannig að þú veist, ég mætti ekki á heimsmeistaramóti í Lufgítar óæfður. Ég æfði eins og skepna. Ég ætla að gera það hér. Steindi, þú veist ég elska þig á lífinu. En þetta er bara ekki your shit, skilur. Þú ert góður í gegn mörgöður. Þú ert aldrei að fara að vinna heimsmeistaratitilinn í að leika eftir má. Ég æfi mig. Já, ég veit það. Nei, ég er ekki að tala um að vinna heimsmeistaratitilinn. Ég held ekki að vinna svo ekkert æft sig í fótbolta vilja, en það er ekki leiðin í Real Madrid, sko. Já, en ég er að segja, ég ætla að taka þátt, skilur. Ég var ekki búin að segja þetta alltaf að vinna. Er Jökull að leiki auglýsingu en það fram með núna? Hann við við prentaran. Hann vinnur mikið með stóru síkó. Það er horfið svo niður þetta með. Þessi hattu kostar svona 3 milljónir sem hún er með. Sko Jökull Kali er eins og Rúrik. Það er alveg sama hvað er standa og hvað er að gera. Það er alltaf eins og sé að vera að taka upp auglýsingu. Svo alltaf með sitt eigi rauðvin og drekkur það inn í stúdíónu. Hann drekkur ekki andra manna rauðvin. Elskar þetta koncept. Ég ætla að reyna að klára Brandarótt pappans. Við erum búin að fara inn á það og svo er það spurningkeppni Gilsarans. Hvað var það? King of Month. King of Month. Orðið helviti þöndi í þessu. Út af því að það er akkord mánuður í gig. King of one month. King of one month. Konceptið er 1 mánuður. Skilja. Hver er favorite þar? Ég sammála að Steinda þarna. Þetta er farið að þinnast aðeins. Svo eru þið með sturlaða staðundir. Ég lofaði Tómas Steindós. Við fórum á leik í vikunni í Síkinu. Tindastóll Altanes. Ég lofa hann það. Hvað tók svo meistari marga Jökull í bíltúrnum frá svona cirka, ég veit að það er eftir að telja og þannig drekku það incredible rate sko. Ég get sagt þér það, Tommy Steindós, kóngurinn X-inu, getur drukkið 3 bjóra með nýja drekka 1. Sigrún var að senda mér þetta og hún hlusta nú ekki ofta á okkur félagana. Frúin? Já, þú veist, ég held hún fái bara nóg af mér heima. En hérna, hún var að senda hérna, lol, grilla langt síðan Egill fór í strípur. Enginn farið í hettu strípur síðan aldamótin. Hæ?
Kettu strípur Hún har aldrei heilt hana Ok, byrju, hvernig fæ ég strípuna þá? Örgulega bara sett í hárið á Hvernig einhvern annan eitthvað ný tækni Ég meina, strípuna þú fær hettu og svo er svona Svo er aldamótin greinilega um aldamótin Byrju, hvað geðsík ég að fara í það? Hæ? Herru, ég held meira þess að drengja Við erum búin að blána það mikið Þetta verður í fyrsta sinn í sögu FN95 blöð sem er ekki slúður Ég er með brakandi Hvað er komað langur tími sem þú byrjar að bladra þér? Segðu okkur bara núna Nei, en Jökull er að detta þetta inn Selðu hann að gæja? Við erum búin að Ég hljóska sér, lóka að taka vídeo á hann Við erum búin að ræða höllina Og herru, í dag Það er reisa tilkynning klukkan 5 Bara í dag verða að spila lög sem verða í höllinni Og án þess að gefa of mikið upp Og þá verður þetta fyrsta lagið sem verður tekið í höllinni 31. maí Þetta er FM FM 957 Það eru Dynout og Loop Zero sem færi ykkur FN95 blöð hér á FM 957 Og drengir, eftir 14 ár er þetta í fyrsta sinn sem er ekki slúður Já Það er rosalegt Það var aldrei gæst Við erum með vanafastasta mann landsins Ég elskar slúður Varstu með eitthvað svaka móla? Já, bara bíberinn að fá sér í Jónu og eitthvað svona Við getum farið yfir í lók þáttar Já, það er En Þú náður að koma þeim móla að Já, það er ekki stór frétt Nei, sko, vitið hvað var stærsti mólinn í slúðurinu? Já. Sonu Nicolas Cage var að geta sig Wow Já, Það er hérna hjút sko Já, en í staðin fyrir slúður erum við komni með, já, bara alvöru rockstjörnu hérna í stúdíu Það er okkar besti maður, Jökull í Kalu, verður velkomin, drengur Já, takk Gekkja að fá þig Það er alltaf fyrsta spurning, hvernig ertu? Ég er nokkuð góður Já, Með við aldur og fyrir störf fyrir störf Já. Og bara, er þetta, það er ný plata á leiðinu fyrir maður betur Já. En bara, þú ert on the road Náðast Já. allt árið bara Já, þetta er einmitt, við erum alltaf mjög mikið að túra Við erum Já. svona touringband, sko Þetta er venjulega mjög stíf ár, svona annarkvært ár, myndi ég segja Þá erum við að taka svona heilan Amerikutúr og heilan Europatúr Og þá erum við að tala kannski 250 dagar á túr, sko Það er rosalegt Það er mjög 250 gig árið Já, Það er stíft 250 dagar on the road, skilur, það er alltaf Já, einn og já, einn já. frídag, kannski 1-2 frídagar í viku En þú ert að spila 5-6 sjó í viku, sko Egil gæti tengt svolítið þetta Hann túraði yfir sig í Já, Sveitisklöpp Þetta einn mánuð þá túraði hann yfir Hann er basically að lýsa páskatúrnum ykkur í næstu Ég skil Jökul mjög vel Eina sem mér skríti hvernig hann er ennþá á lífi Þegar ég hugsa að þetta 3 mánaða geðsíki sem ég var í hérna með Messusklöpp Ég var ekkert á lífi í dag Þetta var ár eftir ár eftir ár Þannig að þú búin að höndla þetta mjög vel Þú skynsamur greinilega með óregluna sem fylgir þess Bara missur þau aldrei í rödd Jú, það er náttúrulega, þú veist, aðalatrið er að missa ekki röddina, sko En þá mátti ekki vera með kvef og mátti ekki vera með Þannig að ég hugsa náttúrulega hans vel um mig og bara, þú veist, hreyfi mig og borða eins vel og ég get og allt þetta Svo er þetta bara, tók nokkur ár þannig í byrjun að ónæmiskerfi bara, þú veist, er að styrkjast, skilur Það er náttúrulega ótrúlega Bara lærir inn á þetta bara einhvern veginn Eða bara, þú veist, þú þarft að aðalatrið fyrir mig bara er þetta að sofa í rútu sem er að hreyfast og þú veist, alls Svo ferðu bara í eitthvað meet and greet dæmi Já, já. og einhvern hnerrar á þig og þá ertu bara búin að eyðileggja næstu 5 dagar nákvæmlega. í túrnum Já, Steindi, glimtu þessu Mástu þú hnerraðir í podcastinu Ég nærraði í sama herbyggju hann einu sinni og bara fótt hliðin Sko málið er það og ég var reyndar ekki að túra þá og ég er síklarhættur en ég, sko ef ég væri að túra 250, var að spila 250 tónleika eða væri bara á túr, skilur í svona geðviki ég myndi vera bara, herru, ég þarf að vera núna bubble boy En nú ég vil ekki fá Hnerraðir En færður, er þetta ennþá joggan? Já, þetta er náttúrulega gaman og sérstaklega, þú veist Við erum auðvitað búin að vaksa, skilur og byggja þetta upp og og við erum einmitt að gefa út plötuna núna á föstudaginn eftir viku og erum að spila á Red Rocks sem eru 10 manns í Colorado Risastórt geðveitt venue og þannig bara sjálfsög og vorum að koma frá Suður-Ameríku, þú veist að fara bara til landa sem við ekki verið áður og það er alltaf styrlað að fara til dæmis í land sem voru aldrei komið til það eru bara 6-7 manns bara öskra lögin og hefur tíma til að aðeins að kíkja síðan daginn eftir aðeins að skoða, kíkja í miðbæinn mismunandi, þú veist, auðvitað væri maður til að væri meira því, en oft er þetta eins og núna vorum við bara Suður-Ameríku, það var í rauninni spilað og svo næsta dag er ferðalag inn í næsta land sko. Hvernig er svo málið, nú er bara komin að heimsmáli hverða í þessu og flest 90% öllu sem ná svona jafn langt og þú fara beint í jæjóið og amfetamínið og rugglið og alveg farnir sprauturnar og meðan þú í ykkur rútu með kjúklingasalat og hvern akkur ekki voru með þess að hausinn? Já, ég bara hefði vitað því, ég held að það er rætt downfall fyrir mig en gaman að þið voru að tala um slúður en náðan því að ég ætla bara að segja ég var á Deplum í fyrra og það var mjög gaman þetta því að það kom tilkynning sko að ég var einmitt í jæjó
stemmingu á Deplum. Eða heldur fólk það. Einmitt. Það sem að Bieber núna. Einmitt, og allir þekkja mig og vita að ég bara gerir það ekki, sko. Elskar red wine. Nákvæmlega. En þetta var svona svakalega slúður og komið og eigandur fyrir hann að heyri mér og ég veit ekki hvað. Þess vegna fannst mér mjög gaman að sjá að Bieber þarna bara og það eru pókar á borðinu og pípa og stemming, sko. Íslendingar eru mjög lélegir í slúðri, við erum lélegasta þjóðin í því, sko, við erum alveg farin í því, sko. Þannig að við hlustum ekki á það, sko. Og sögurnar bara rætt. Já, en þess að vera vel gert út að ég meina að ná svona, gríðarlegum árangri og halda haus, það er bara, virðist ekki vera auðvelt það sem að fáir náði. Já, svo við rósum, Já, takk, gullrós, takk fyrir það. Og hvað er með þessi plata, hvað er mörg lög og hvað er smá skýrslu? Já, 10 lög, einmitt, ég er nú það tekur mig tíma að gera plötur, það eru 3-4 ár cirka. En ertu að semja þetta þá bara í rútunni að sest í stúdíu og hugsa bara ok, nú þarf ég að fara að hugsa lög hvernig... Bæði og, ég meina ég sem bara, þú veist, hér og þar og þetta safna síðan upp, skilur maður bara með Notes í síman. Já, einmitt, þú ertu bara að púsla saman svolítið og svo kemur það, þú ert að fara að gefa plötu, þá ertu kannski bara að taka, ok, hvað er að fara, hvernig verður konsertið og kannski er ég að nota gammalt efni og svo er ég líka að nota nýtt efni, þannig að þetta er svona svolítið bara blandi bóka og svo viljum maður úr. En þarf að vera þráður í plötunni eða er þetta bara eitt lag í einu sem þú semur? Þú veist, það er algjörlega náttúrulega undir þér komið, sko, en ég er auðvitað ennþá svona, myndi ég segja, listamaður sem hefur trú á plötum, ég veit ekki hvort að fólk er ennþá fyrir plötu. Já, ég skilja ég meina, Birnir var hjá okkur daginn, hann er að gefa út plötu, þú veist, hann að rapsinnan er líka, þú veist, það er alltaf einn og einn sem er að gefa út plötu sem ég finnst vera persónulega geggjað. Ég fíla það mjög vel, en sko, mér langaði að spyrja líka um þennan fílinga, því að þú veist, út af til dæmis í rappi, þá gerist þetta svo rosalega mikið í stúdíum þegar menn bara hittast, það er snáðun, menn opna ykkur að drikki, þetta er hangs og þannig einhvern veginn byrjar þetta að koma og gerast. Er þetta eitthvað þannig fílingur, er þetta meira bara því að þeir eru alltaf on the road og þú veist? Það er fullt af hljómsveitum með artistum sem gera þetta líka, þú veist, í þessu, en fyrir mig er þetta meira bara svona að fara svolítið tilbúin inn, sko, í stúdíu. Það er svo annar fílingur líka og maður hefur gert það að bara fara meira fresh og sjá. Sjá hvað gerist bara. Já, en minna, við þetta, mér skaman líka bara að æfa, það er kannski meira stemmingi líka þegar maður er bara að undirbúa lögin og arrangea og pre-prodúsa og allt þetta í bílskúrnum með bandinu, sko. Þessi lög sem þú er búin að smíða, það er erfitt að maður giska á það, er eitthvað lag sem þú heldur að verði klárlega, veist, þetta er einhver spurning sem við spyrir alltaf í tónlistunum okkar, veistu að sé einhver hittar að það er erfitt að lesa? Það er bara þetta er erfitt að lesa hvað það er flugi og hvað ekki. Ég meina að, þú veist, þegar við gáum út fyrstu plötuna úti í Bandaríkjum, þeir vildu ekki nota Wait On We Go fyrst, sko. Þeir fóru fyrst frekar í Pretty Girls, sko. Okay. Þannig að einmitt, ég held að bara ekki séns, sko. Það veit engin neitt eitthvað með henn, sko. Svo er þetta bara svo spikið spurning, held ég að bara eitthvað gerist og þú veist, núna í dag er þetta alltaf bara TikTok eða eitthvað sem hefur eitthvað að segja. Það einhver flugi, kannski skrítið spurning, hvar eru þið stærstir að svona, nú ertu búin að túra allan heim, hvar finnur þið svona fyrir bara, herru, Kaló eru sko, geggjur spurning, myndi halda að væri Bandaríkin sem er náttúrulega 400 miljón manns, sko, stórt land ef að land skal kalla, en við erum mjög hefnir að geta, þú veist, það er ekki allir sem hafa eru svo hefnir að geta farið svo víða, sko, heiminn, þannig að þú veist, á top 10 veit ég að það eru ef við tökum sem sagt streymi tölur fyrir, sko, þá erum við að tala um Kína, Brasilia, bara top 3, vorum að koma þaðan, það er náttúrulega 220 miljónir, Rússland, rosalega stórt, já, Kanada, Frakkland. Ég var hjá okkur í Portugal, það var fullt stadium bara. Bandaríkjum er eitt. Já, Bandaríkjum er eitt. Þú komst á svið. Ötti sendi á mig bara. Það ekki mér svo vel að sagða bara, Júnir orðið fullur það sá það á hreyfingu. Það var mjög stemmileg. Það eru nokkri aðri sem ég hefði ágjur af. Það stóðstu vel. Stemningsmennan í Mosó, það er bara þannig. Mættum með byggarinn líka. Ég hefði helviti gamla orð og þetta heima. Þið verður að mæta næst. Þið verður að koma áttu upp á skikk. Hvar er upp á skikk? Hvar stóðstu á svið og hugsaði bara fuck me. Ég meina Red Rock sem við erum að spila núna, við erum svo hefnir að geta að spila núna nánast árlega. Við vorum í Icelandair, var með ferðir í fyrra. Þetta er ógeðslega þægilegt, þú flýgur bara beint til Denver, 25 mínútur upp í fjall og bara, þú veist, þetta er trillt upplifun, sko. Þú byrjar að spila svona þegar það er að húma að, sko, kvölda og svo bara kemur myrkrið í miðjusetti og þetta er rosa upplifun, sko. Hvenær eru þessi tónleikar? Þessir eru núna eftir viku.
Shit, og allir nú er ekki fólk bara inn á flugsíðan Já, þetta seldist upp á Solar Já, ok, þetta Jökull, ég veit á til hann ekki með pappaðin Já, ég ætla að fá að tróða eina, sorry Ég ætla að taka Sölumann á þetta Við ætlum að vera með tónleika á Íslandi í fyrsta skipti í 10 ári í sumar Get ekki satt meira akkurat núna en við ætlum að kýla það þannig að fá að tísa því líka Það verða tónleikar á Íslandi Það er að loksist tónleikar, talið á tónleikar á Íslandi Það er geðveikt. Já, þegar þú segir okkur að þið aldrei eru tónleikar á Íslandi Vilt ekki koma til okkur og upptöta okkur meira þegar það koma Heldur betur Herðu, það viltu kynna í nýja lagið? Já, þetta er fyrsta lagið á nýju plötunni sem að heitir Mixed Emotions kemur eftir viku og þetta lag heitir Bloodline Heiður að fá þig Takk Þetta er FM FM 957 Held ég, þetta er heims frumsýning á laginu Bloodline með Kaleo Þetta er ekki Way Down We Go Eil Nei, ég veit, ég bara- samanljónsett Já, maður er rosalega hljómsveit. stoltur af Jökli og Kaleo drengjum að því að ég er náttúrulega átt ykkur á því strákar að þú veist Kaleo var bara húsbandið í Mosó þegar við fórum allir fórum á pöppin þá voru þeir öll öll sko Ég mætti með þér á gamla skvöldi einu sinni mástu Já, og svo var á Hvítariddaranum Hvítariddaranum í Mosó þá voru þeir að spila og svo allt í hennu bara þú veist á einhverju tímpúti þá bara Ótrúlega þannig að þetta er heldur magnað og búið að gegja að fylgjast með Þetta líka með hausinn í toppstandi Já, allt upp á 10 þarna en drengir, við erum að spá að fara í brandarhótt pappaðins Steindi Það var að fyrir það núna? Ég það ekki Jú, Viltu ná hann að delivera? Já Og varstu hvað að tala um að hann Hann var möguleiki búin að stressaður en sendi samt Það sendi Já, hann sendir Ertu búin að draga úr honum? Nei, Ég þú vonast ekki að því nei, hann sendir sko Ég ætla bara að segja ykkur algjörlega spjalli Já. Ég sagði, hæ, hvernig er staðan? Nærðu að hendi ykkur að brandar í dag? 5 stykki nóg, það er bara að áttu Ég vissi að þetta væri búið að brekka Já, hann er fann að stressa staðans fyrir þessu Og hann sendir, ég er bara ekki alveg vissum að ég ná að, sko, ég er alveg búin að þurrausa þetta, segir hann En ég skal reyna, en ég er ekki bjart sín Ég sendi, já, ok, ekki máli Við þurfum ekki að hafa marga sig Ég er aðeins að segja bara allt Já, bara hendi 4 Allt virkar Já Ég reynir mitt besta en ég heldur þurfum kannski að fara að finna upp á okkur 9 Þið strakkarnir Og svo sendur hann þetta 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 6, 7 brandara Já, svo hendur hann bara í full set Svo segir Bara hann full reyndar sendi þessa ekki mjög góðir en skásta sem ég hef upp á að bjóða í dag Ég segi bara geggja takk, ég er ekki Já. búin að hlusta Nei, ég er ready Já, eru þið báðir ready? Það ekki? Jó, tilbúin að gíska Við erum að hafa trailer Lækkaði í beddanum Já, ok Ég vil að vera gott að hafa trailer Ég hef getið látið hann pappa segja eitthvað inn á Gerðu trailer trailer fyrir næst Næst, þetta er liður að klárast Nei, við þrýstum að svo kallin okay, En klárast. Eru þið klárir? Já Fyrsti brandari dagsins ljóma svona frá seniornum Er þér kalt? Þá skaltu Er þér kalt? Er þér kalt? Já, það er ekki hægt að Það eru 4 sekundar eftir að brandara Hann lítur að koma bara beint í pöns Bara beint í Já, gríni, er það kalt? Já, hvernig eigum við að Já. botna það Nei, það eru 4 sekundar eftir Það er enga líkur á að Hvað er bara með okay. það? Er það kallt? Þá skaltu drífa þið út í horn. Þar eru 90 gráður. Það er ekkert eðla góð Þið skiljið Betri. þetta Það hotni 90 gráður Heldur heitt sko. Mjög Þessi var rosa Þessi var bara mjög fín Já, þetta er, ég veit ekki hvað hann afsaka þetta Nei, byrja sterkt Já, og oft byrja hann nefnilega sko, slakari og svo vinnur hann á En núna byrja hann bara öflugur sko. Næsta Já Af hverju hætti tannlæknirinn störfum? Akkur hætti tannlæknirinn störfum Ætlan hafi þá ekki fundið einhver sko, einhver tönn sem heitir eitthvað Þetta er eitthvað tampína eða eitthvað svona Nei, ég veit ekki Hann er ekki með ykkur Kari sem bakti upp brandarum daginn Ég hafði aldrei verið Sami kannski. Nei, hann er ekki verið að vinna með Karius og Bakk Pabbi er Nei, var ekki einhver- 5 ára sko Nei, ég var Slökum á Herru, hérna, á ég ekki bara að spila Já, það? góð Ok. með það Já. Ha, þetta er tannlæknir, það er við Af hverju hætti tannlæknirinn störfum? Akkur segir við Af því að reyf kjaft. Já, góður Það er ekki eðugur Það eru kallin á rönni maður. Já, hann var rönni, það eru 4 eftir Nei, býtum við Ég myndi Nei, nei. segja núna Jú, 5 eftir. ef ég væri við rúllettuborð 7 og 11 eru búin að detta hjá honum Ég er á fanni rönni Já. núna 23 á eftir að koma sko Já, já. Ok Veistu hvernig hafnfyrringar þvó bílana sína? Nei, heyrðu, hann er að fara að vaða í haffyringunum Þá verðum við Þá verður allt ríkt Þeir hafa breytt brag sko. Þeir geta tekið þessum aður Rigning myndi ekki sko Hvað sagði hann? Veistu hvernig hafðingar þvó bílana sína? Þú bílana sína? Já, veit ekki
Ekki bara henda þeim út í rigningu eða eitthvað Þeir eru nú fara Nei, út þetta er eitthvað Er þetta eitthvað piss út úr glugga eða piss út úr glugga dæmi eða? Já, Nei. hvað er bara með það? Alls ekki Hvað segja það? Annar heldur á tuskunni og hinn keyrir bílinn fram og tilbaka. Þetta er bara besta seti Það er langt sérni Mér að toppa haffyrirkabrandara sér í dag Ég helvítið ánægður að fá einn haffyrirkabrandara Það var geðveik Já, það sjá Þessi var anfélag svolítið góð Mér finnst þér allir búin að vera fínir Heyrðu, Næsti er lengsti 16 sekundur Ok. Og ég byrjum að nefna Dómarinn, þú segist ekki vera sekur af ákærum bílþjófnað. Hefur einhver vitni? Ég er bara, hann var að stela bíl býtu, Hann var með þetta daginn Það? Nei Nei, þetta er flókin brandari Pönslandi bara held ég, það Það ekki er beint í pönslan Það varst með eitthvað vinn Sakborningurinn. Nei, ég er nú ekki svo vanur að taka með mig vitni þegar ég Já, er að hann stela. tók þetta Já, nú er hann búin með Já, hennan þessi var, já Þessi geðveikur. Já, heyrðu Sko, Ari Eldjárn hefur alveg sagt sama brandarann á Já. til, sko, fólk er bara með sett og vinnur með setti Ef hann er góður, þá segir hann bara aftur auðvita Þú veist það, sko No shame in the game Þó séu svipaði líka alltaf, sko Já, menn er alltaf með sett og svo endar að gera spesial og hann er bara safn í þetta Já. Já Þannig að, mist, Hvað er eitthvað eftir hérna? þrjá Vá, ok. Vil ég fá allan næst Já, heyra hann bara búm já Ok, Veistu af hverju tungumálið okkar er kallað móðurmál? Það er að því að faðirinn kemst svo sjaldan að. þarna var gamli skólinn mættur Ég trúi við gamla þessu Það var helvíti góður Þessi var helvít Það er ekkert eðlilega fyndin Það voru 2 eftir Já, jep Og vil ég hann í heild Já, já Það er ekki? svolítið gaman Já, Hestur lappar inn á bar. Hestur Barþjónninn. Hei, hesturinn. Já, takk. Hei Þessi var góðum Já, þessi er bara, ég get lofað því að Sveppi og Sverri Bergmann er að grenju látur Já, þessi var alvöru Já, þeir elska orðagrín, það er síðasti Þú veist, ef ég myndi að hestur Hey. lappar um að bar Barþjónninn takk. segir auðvitað bara Hei, Já. þú veist, hvað er að gerast þetta? Ég náði alveg brandar Hestur labbaði inn. Já, þú þarf ekki að útskýra Geðveikur Þá brandari, tala líka hesturinn Já, takk Þetta er leirað, marg leirað Herru, þá tökum við næst Herru, misti næstu síman Þetta ættu að vera mynd Já. Þetta var Við erum í mynd Það Já, já Komdu með það. Herru, næsta Já. Það er lífa svona Hvað kallast gleimin hrissa? Alzheimeri? Þessi var svakalegur og mála er að þetta var brandar og pappa minn sínjör slæðir á rétta strengi Og ég segi bara Hann sínur toppaði þessu nú. Thank you for your service Málega, veist, hann er ekki að vera verri, hann er að vera miklu betri Já, já, Þannig að hann þetta er alltaf að vera bara hann er toppa hinskilur hvað selur hann marga miða í háskólubjó 1000 heldur hann takki 1000 með Það takk einn, myndi fylla 1 gig Sérstaklega ef að þú myndir koma og taka máa eða eitthvað Já, ég hitu upp og Þú tekur jam í kvöld og svona fyrir kallin Ég myndi alltaf hitu. Mössum, rífus og bumbuna og eitthvað Auðvitað. Það er með alveg gæði hitu upp sko Já, já. þá er þetta 1000 Já, já, Það er bara þannig Takk En já, talandi gig-drengir Við ætlum að bara spila tónlist sem verður í höllinni 31. mæ Reyndar mætti Jökullina Við spilum nýjasta lagi þeirra sem kemur út eftir viku Já. En það gleymir stundum að þetta er að fara dætt í höllinni líka Topp tónlistarstöðin FM 957 Það held ég þér að hlusta hér á FM 957 og Rosalegt lag. King-hnetan, já, við vorum að horfa á ríli með hann þegar hann var að taka þetta í höllinni hjá Ice Guys Já Með vindilinn Hann lappar inn með vindil og Rosalegt. Kráti sér rest sko Já, þetta, eins og við segjum, þetta verður tekið 31. mæ En ég er að spája að fara í sturla stað Ég ætla að byrja hnetuna að lappa aftur á sviði með vindil Eða að fara í spurningkeppnina kannski Þú bara Já, fyrir mig spurningkeppni Ok, það er rosalegt Já. Óvænt líka, veist, ég fekk ekki heads up Nei, Þetta er ekki búin að semja I Þetta er like ekki búin að vera í 18 tíma semja þetta Það er Já, eitthvað ég headset. byrjaði að semja þetta bara í morgun Já, Og Steindi, þú er að svara núna öllu og já, ég þú mátt ekki vera í silent mode Nei, Já, já, hættu að svara mér um daginn. Já, ég vil Það er búið. Ég vil þakka kella fyrir öll fallegu skilabúin sem ég fekk þá Fólk Og fólk að senda á því skilabóða að senda mig skilabúð Hvað sendir fólk? Bara, það var í skíunum Með hvað? Að taka á því silent treatmentið Nei, það var fólk að peppa Já, þetta grínast Ég hef Það er aldrei weird. fengið fengið svona mikið Ég er Hvað er alltaf það, king of King of one month Já. Skrítið að fólk segja peppa Og ég held að fólk myndi gefa þær heit Ok
King of One Month King of One Og Month ég er með nýtt twist í dag Nú okkur Ég hef aldrei með það áður Ok Svo gaman því ég er að sko búið til eitthvað nýtt Sko Já, það er þetta mjög gott að byrja að búa til eitthvað nýtt í Já, spurningum fyrstu 2 spurningarnar eru gerðar til að koma ykkur báðum að blað og gefa ykkur sjálfströst Þannig að eftir fyrstu 2 spurningarnar er staðan 100% 1-1 Ok Þannig að þú veist, og það sem er vandralegt er að þú veist að blöð vinnu 4-0 eða Stóni vinnu 3-0 eða það er weird Þú vilt það ekki Það er eitt góður hvað dag En eftir fyrstu 2 spurningarnar þá er 1-1 Byrjum á fyrstu Ertu búin að sköllóttur í meiri mánuð? Já Það er punktur og blöð Já, takk, sterkur punkt Sér, þetta er ekki flókið Nú kemur eitthvað skríti Nei Ertu búin að vera jöllukall síðasta mánuð? Það er svo létt að lesa þig Það er bara, þetta er bara svona Það er ótrúlega sko. Það er bara, þessi keppni er mesta one trick pony kepptaði Við vissum báðir að það er eitthvað. Já, auðvitað, Leifan sagði eftir fyrst er ég eftir að bara einmitt, kottu með það ég ætla að leiða það að koma með Sköllóttur Og hvað var þetta? Þessi búin að vera jöllukall síðasta mánuð En ég er svo miklu gýr að ég segja já Ég segi já líka Það sem sagði Já. Auðvitað Ég er svo miklu gýr, segja já við öllu Er það ekki? Jú, Er það? já Þetta er 1, 2, 3 En þú mátt ekki ljúga Þetta er 8 spurningar Ég er bara í það miklu gýr Já, en ef þú segir já við öllu á það bara að það vinnur 8-3 skilur Ekki ef ég segi 8 spurningar Já við Stein Já. Þú líka að segja já við öllu Nei, ég ætla bara að segja satt Sko, ef þið sagt er það að segja já við öllu þá eru búin að solve the puzzle Já, þá eyðilögðu keppnina Þessi já við öllu ég veit nákvæmlega allt um það Ég segi ekki já nema að segja satt Ok, Nei, ég Ég ætla að segja já við öllu. Steindi búin að solve the puzzle alltaf segja já við öllu vinna 8-3 Já, Það er alveg veist já, Þau eru að fara ekki heila mánuð án þess að hrista já Þið byrju voru að klára Þú voru að klára Þú hitti Voru að klára Maður klára að segja Koncepti Þetta er þetta bara ágætt spurning Ég er búin að segja Ég er sko- ekkert viss um það Nei, menn það er löglega enga líkur á því sko Ég hugsa þetta sé nei hann Ég held sér já að mér Já, já Hver fæst í þá? Já, ég hef ekki verið að veljuna Steinþór fyrir að vera Já, þannig ég fæst í Idiot svo endið sko Þannig að þetta er 2-1 fyrir En bara, þú veist Blöð fær punkt fyrir að vera ekki a liar En Hreinskilin í dag þetta er sant, þú veist Hver á spurningin? Hefur það farið gegnum heilan mánuð á þess að hrista þig Já, Og Blöð var bara hreinskilin og fullar af maður og sagði Neini, það var eitthvað gæst sko En rétt Ég svar sagði það ekki, ég sagði að ég efa það En rétt svar er jásamt, skilur við Já, auðvitað bara sem krakki Já, true Já, ég er að tala um eftir að þú veist að þú keyrið þig í gang Ég er ekki að segja mér svo spurningar Ok, 2 Blöð Hefur þú tekið heilan mánuð eftir 25 ára aldur þá svo farið ekki 1 dropa áfengi Já, janúarblu Já, þú veist, janúar þurrk alltaf Jep Það er ekki svona sopa bjóð, bara alveg þurrk bara Þetta er já Þetta er já pottið til mig líka Nei, ekki bara giska Steindi. Jú. Þetta er ekki já En þú tókst aldrei svona einhver janúar þurrk Jú, Nei, ekki bulla Jú, hvað meður ég er meira þess að tekið janúarblöð sko Hefur tekið mánuð? Já, ok. mánuð Ok, þá ættir ég að gefa þér punkt Við líka skulum nú ekki fara að monta okkur á því strákarina Það er orðið sorglegt Þetta er 2-2 það Eðalega flókja að keep up Já, score vá, hvað er það? Nauti fekk hann að punktinni sköllóttur Steindi fekk, veitu við punktur jölukall Já, ég sagði já Ok, Ég sagði já öllu. mánulega sýstaði, blöðu punkt þar Nei, hörðu Nei, Þið voru báðið punktar, blöður í þér Nei, blöður ég ekki við Ok, það já Heldur einhver íslíkur að skeint sér oftar en þú síðasta mánuðin? Já. Einhver íslíkur Það er já hjá mér, pottet, af því að það er Steindi Já, ég ætla að segja já þarna Hver? Ég veit ekki hvað hann heitir Núna, Nei, ég þarf nafn Steindi, núna ef við erum bara alveg hreinskilir Já. Þá Hver? er ég ekkert viss um það Hver á breykið þig? Og ég er ekki að reyna að finna Ég er alveg vissu það Hvaða dark það? horse er að núti Af sem því- pakkar þið saman í þessu? Í þessu mánuði sem var að líða, apríl Þú ert bestur í þessu? Ég veit ekki hvort Hver er ég þá- bestur í þessu Ég meina, Hver er það? það eru Hver er margir það sem að telja mæta sem að vera tölvöld betur en ég í þessu En ég, Ok, núna, ef við erum bara hreinskilir Já, ég er hreinskilinn. Þú skeinið meira Já. en menjulegum En maður málið er að ég er Og það ekki- svita skeinunni ég er Já. ekki búin að til dæmis fá pest í rosa langa tíma Já, 7, meina 9, eitthvað að 13. voru veikur eða eitthvað Auðvitað. Já, ok Rétt svar er bara já Gefum það, Það ok. er, það er pottet einhver í Íslandi En ef við sem er tölum- búin að vera með ræpu Já. núna í viku Ok, ef það er engin veikindi komin inn í þetta það Þá er er þetta punktur
Hvað eru margir að semja þessi kemni? Er Ötti farin að semja spurningarna líka? Nei, sko, en mál einu sér þú varst ekki veikur, þú varst með AC, löpum á teppinu og þú hoppar inn og skemmtir, þú varst ekki veikur, þú varst bara svo nýr. Sammála, ég var eins og nýr, en þá Það er stemningsskeinari. Já, ég er stemningsskeinari, en það sem ég verið að segja við ykkur er að þú varst bara að spyrja hvort að einhver hafi skeint sér meira í apríl en ég og ég sagði 100%. Hann náði að selja með það er rétt hjá hann. Ok, 34. Þú ert farin að bæta við spurningarnar og breyta þeim. Ef það var engin veikindi að inni þá myndi ég halda að þú er helvít. Það er 3 eftir og blöður yfir og getur unnið King of One Month blöð. Það er alveg titill. Þessi getur verið Ég seasonal. held að þetta er ömulega helgi. Meiri mánuð síðan að frúin pekkaði þig. Það er að fara í næsta. Þetta er bara eðlileg spurning og ég er bara eðlileg svar. Já, það er bara góð. Meiri mánuð síðan. Já. Meiri mánuð, það er bara góð 45 ár síðan ég lenti því. Það er ekkert einhver mánuður. Ég er bara ekki fengið að taka þátt í þeirri veisli. Næsta. 45 ár, sjóblöð. Júli. 2 eftir, blöðuna þá með dominating lead. Veitu hvað er það? 32 eftir. 32, það er ekki dominating lead. Nei. Heldur þú myndir lifa af heilan mánuð án þess að fá Þetta er sakalegt maður. Þetta er bara þitt faglega mat með Já. En hvernig er það? Ef maður svarar núna Ef maður svarar hreinskilslega Ég myndi lifa af það mánuð. Ég get alveg staðfest það. Ég veit það. Get ég svara bara og við höldum áfram með það? Er þetta eitthvað verðt? Nei, verður bara hreinskilinn. Jafna þetta bara, síndu sem á fighting spirit. Þá ætla ég að segja já. Ætlar að fá þig punktana? Nei, Við getum báðir lifað þetta. Við getum lifað þetta. Ok. En ég er bara að spáði hvort ég mætti segja það í friði eða hvort það verður einhver eftirmál núna með það. Þú farir að hanga mig á þú ert bara, heyrðu, hvað byrju hreinskilinn? Ekki svarið, þetta er já. Þú myndir bara þetta niður döður. Nei. Okay. Svarið þetta já, þú myndir lifa af. Já, það verður skrítið maður Það er einu eftir, stendur ekki að vinna þetta. Það verður skrítið Það geti jafna. Já, það geti jafna þetta. Hefur í síðasta mánuði, bara frá núna, bara 2. apríl til 2. maí labbaðin í blöss og náður í eitthvað rassadót og ef þú voltaðir eitthvað, þá geði punktur það líka. Nei. Þá getur þú jafnað það stendur nú. Ég myndi ekki skammast mér fyrir það að það verið. Ég hef bara ekki gert það. Ég er samla blöð, það er no shame in the game. Stendur blöð, King of One Month. Takk, vá. Hvernig ætlar að fagna þessu? Ég held þetta er rólega helgi en ég er að spá að fara til Akureyrar á morgun og frumniða með Þórsurum. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Ég veit ekki hvernig þetta lag laumaði sér inn. Þetta var nú ekki í höllinni. Þetta er ekki höllinni. Nei, it's okay, I'm okay. Þetta er bara drefleðið slag. En annars erum við í gýr hérna á föstudegi. Plöt er að hlusta núna bara rjál. Já, ég fæ eitthvað sent. Nei, það var ekki fínt lag. Ég heyrði það bara ekki alveg. Þetta er ekki höllinni. Þetta verður ekki í höllinni 31. maí og það er mjög stutt í tilkynninguna. Það er verið að malla hana, hún er að fara detta á Instagram með okkur, hún er ekki komin. Já, þetta er Við erum á síðustu stundu eins og alltaf. En þetta er að dettin. Þetta er að dettin. Hvað segir 80 mínútur? 18 mínútur. Þetta er komin, ekki? Þetta er bara 3 ár, þá þurf ég að breyta lag hérna. Ég ætla bara að spila lag. Já, Það er í Sturla staðrindin og Ég ætla að posta þessu meðanótt með Sturla. Ég get gert 2 hluti at the same time, hvað er ekki því? Ok, þá er þetta ekki 18 mínútur. Nei, þá er þetta bara 3 mínútur. Þá getur spila lagi. 3 mínútur. Já, ok, það er allt hana. Hafi ekki svo miklu ágjur þessu. Tilkynningin er svakaleg. Slækja á. Hún er stór en eru tilbúinir í Sturla, drengir? Já. Hrossaskítur eða ekki í bóði Tomma? Það er einn þetta. Og fyrsta sturlaða staðurinn dagsins, fyrsta blótsýrðið hjá meðalmannesku er að detta inn rétt fyrir klukkan 11 á mótnana. Meðalmanneskja byrjar ekki að blóta fyrir svona í kringum 11. Ekki eldsnemma. Nei. Og ég hugsaði þetta alveg bara, make sense. Maður vaknar ekki, reyndar, maður getur vaknað og satt djöfullir í þunnur og þá byrjar að blóta. Já, en til að það kannski sem að tala saman ekki ykkur dagar sem er eitthvað rið, þetta er meira bara venjulegur dagur. Já, 11. Ég blóta aldrei sem krakki. Nei. Og bara, ég held ég að bara fyrsta blótsýrðið mitt kemur þegar svona 12-13 Hún þægur krakki? Nei, það var ég alls ekki. En ég var í kringum mjög trúaða fjölskyldu, og afa og ég bara blótaði ekki. Enda samt hver er svo besti? Já, rosalegt lag. Herru, svo kemur næsta. Meðalmaður rekur 12-25 sinnum við á dag. Já, mér finnst þetta samt svolítið hátalega 12-25. Já, ég meina eitthvað mesta manjur sem það er einhver sem er að geta garbage allan daginn, sko.
Sko, og getur holt og það rekur ekki einu sinni við á daginn sko. Jú, það Ég er myndi giska að ég var í svona 4 sinni. En þú veist, þegar þú, ástæðan að þú rekur og ég borða holt það er sjokkur líka með að borða holt Nei, ég tala við fólk sem er að borða svona holt kál og Reyndar, fisk jú, allan svona daginn. prótein Próteinprumpið er versta prumpið. Ég get bara sagt það þegar ég er að borða super clean og ekki borða neitt drasl þá rek ég ekki einu sinni við yfir svona 12 mánaða period en leiðu til eitthvað ógeð Hættu svo ég bara segja, leiðu til eitthvað ógeð eitthvað rusl, þá bara ertu bara veist, með eitthvað bakflæði og Þannig að 25 sinnum að dag er svolítið hátala Já, bara, ég held að heist svona Ég held að fólk sé að prumpi í svefni líka. Þetta er kannski ástæðan fyrir því að við Íslandingar eru feitast þjóðið í Evrópu Ég fann bara núna, herðu Ég hef oft heyrt fjölskyldurinn mín að prumpa í svefni. Hefur heyrt? Nei, þú veist sofandi þú sopnar undan, þetta segja frúin segja prump í svefni og segja það Ekki Varstu að hlusta sko Það sagði fjölskyld bara börnin Já, hann orða þetta penta Já, ekki börnin, ég bara segja, skilur, ég meina, ég vel sé sínjörinn leggja sig eftir góða máltíð í sófanum í góðum matabóði og... En hvað segir hann alltaf, þetta er opnin? Opnin. Já, herru, það er næsta. Fullnæðing er gott ráð við stípluðu nefi. Hann losar hann er út með stípla nef og þá er það sem sagt besta ráð sem getur fengið. Já. Ég nenni ekki að ræða eitthvað. En það er erfitt, sko, það þarftu svolítið að segja það sjálfur það ekki. Það er ekkert heillandi verið frunnað og alveg kóstíplaður eitthvað að stinga upp á okkur í stemningu. Já, bara hún hefur reynskilin, hún stjórnar því ekki á svona, hvað gerist þarna? Já, það er að segja, þú veist, hún myndi ekkert vilja blöða hann stípla hann, sko. Nei, ég var alveg til. Hérna, heiliðin verður ekki full þroska fyrir eftir 25 ára aldur. Það held að það sé rétt Góð staðreynd, þú samla þessu. Ég hef ekki sko að það var eftir fertugt. Ég finn einhvern veginn að ég er aðeins í land. Hvernig veist þetta caps, þess að þömnir hérna við hoppandi 3, ekki alltaf? Jú, flott, rílið. Já, ég þarf að velja út, ég er smá pressa á mér, ég þarf að posta sem með út að ert með stjórnlaðurinn. Hvað meinur þetta? Stillmyndin, ég meina það... Já, þú veist, ég veit ekki hvað ég á að... Þetta annað, vilt mælum eitthvað öðru? Það er bara eitthvað lit. Eina sem er að baka með þetta er svolítið mikið, eitthvað svona pröfum og hérna rassadæmi eitthvað. En svefnleysi, Steindi, nú þarf þú að hlusta. Svefnleysi drepur kynhvötiðina. Spurningar staðreynd. Já, þess vegna var ég kannski hérna daginn, manstu, í einum þegar þið voru að spyrja hversu spólandi menn væru hérna í stúdíunum. Já, þú varst ás. Já, mér finnst allt hær en ás hérna inni núna skrítið. Hvað ertu núna? Ás. Já, þú veist. Ég er ekki ás í dag. Það vart sitjandi 10 hérna bara með okkur, það er skrítið. Egil, hvað ert þú? Í dag, núna? Akkur núna? 9, 6, 9, 7. Hvað var? Sunshine sko. Já, það meikast kettir sofa 70% af ævi sinni. Sturlu staðrind. Vel leðilegt lífmaður. Já, ég 70 sofaður. Já, svo kemur það bara info með það. Það er ótrúlega hvað er búið að vera hæg þróun í fólki að fólk þurfa að sofa marga klukkutíma. Ég var að tala kettir. Já, ég veit það, ég bara segja að þú veist það er svo skrítið að manneskjur þurfi eftir allan tíma, við erum búin að vera heldur lengi á jörðinni að það sé ennþá þannig að við þurfum að sofa í marga klukkutíma. Þú vilt stytta það? Já, þú veist, eðlileg þróun væri að fólk geti verið að gera eitthvað annað skemmtilegt, væri bara búin í vinnunni og það er heim og þau getur bara verið út í garði að leika og grilla. Tekur þú lögn á daginn? Nei, ég get það ekki. Þú ert ekki leggjukall? Nei. Herðu, það var að síðasta. Þessi fannst mér reyndar áhugaverð kakkalakkar þrífa sig eftir að hafa verið snertir af mannfólki. Já, mannfólki er bara ógeðslegt. Þeim finnst við ógeð. Þannig að ef við snertum kakkalakka þá er svona, þeir þrífa sig eftir það. Skilur sleppar þú ekki bara að fara inn til okkar og eru bara annar staðar. Þeir finnst okkur ógeð, okkur finnst þeim ógeð. Þú getur ímyndaði bara, þú veist, ef þú sér kakkalakka, ef 90% liðið bara stígur á auðvitað eru við ógeð. Það stíga mér fast á hann. Það er svona seikt í þeim pundið sko. Gefast ekki upp sko. Kakkalakki getur lifað í 3 mánuði hauslaus. Sko, ég veit að fólki finnst kakkalakka mjókslegir en þeir ger ekki neitt. Þannig að ég sko var líka bara gott að vita að þeim finnst við ógeðslegir. Gera það ekki neitt, ógeðslegir. Það ger ekki neitt, það býtaði ekki það neitt sko. Nei, geta flóið samt ekki. Ég er bara sammála Steinda núna. Okkur eru kakkalakkar að fá þetta
óorðað. Líta Það er alltaf ekki það. Ég skil alveg að fólki finnst pöttur ógislega sem að býta þig sko. Já. En þeir gerir ekki neitt, þú veist, bad bugs eru ógislegar Það er viðbjöður. Hvað myndir að gera að það væri bad bugs hérna? Myndir að kveikja bara í húsinu? Þú veist, ég bara Vá, það er bara rosaleg aðgerð sko. En hann náttúrulega vita, okkar hlustundu vita það, þú tekur engar sensa. Kæli töskunna þeirna Fristi, dót Já. Ég opna aldrei, ég skil aldrei eftir töskunum minna að opna lengur en ég fer bara ofan í tösku, næ eitthvað lokinni. Svo er hún bara hjólunum allt krumpað. Ég tek það á mig, ég er í krumpuðum fötum alla ferðina. Ég er með hann og bara opna allan tíma. Á gólfinu og allt. Já, þá ertu með bad bugs. Nei, heldur ég myndi ekki vita. Nei, sko, Þá myndi mig klæja. Nei, þið myndi ekkert klæja þannig örgulega sko. Ég meina, hefur þið kíkt í undir dínuna eina? Heldur ég viti? Já, herru, þetta voru sturlaða staðreyndir. Já, hver var hrossaskíturinn? Ég var gíska á hann? Nei, ég glemdi henni. Já, ok. Það var engin hrossaskítur í dag. Egil, má ég tilkynna? Sko, má ég setja lagið á? Nei, hann er ekki búin. Nei, sko, ég held að mig gera það. Ég er ennþá að hérna Ok, Nei, sko, Þetta er að þetta er á Instagram. Ég er mátilega að gera það því að ég er bara búin að vera að takka. Veit svo margir sér að takka, það er bara hálf þjóðin. Þannig að þetta er line up og þessu er klárt svona lókur. Ég ætla bara að séra þessu núna. Það er eitthvað mistug sem gerði og edita það. Line-upið er klárt í höllina 31. mæ. Posting Síðasta tilkynningin kemur Opniði og acceptiði collaborator. Þetta var komin. Ok, það er hægt að fara á Instagrami hjá einhverjum á okkur og það Þú var ít og accept. Síðasta tilkynningin er mætt inn á Það gæti verið stafsendinga með leikustæðar en ég var að gera þetta með yfir störluðum álvöru pressa. Ég ætla að setja núna á mest Ég er búin spilasta að lag accepta í þetta komið á sögu my FM 97. wall. Spilaðu lagið og hérna, viltu segja nafnið á, viltu lega fólki að fara á Instagram. Spilaðu frækka lagið og segja nafnið á eftir og hérna, og acceptaðu collaborator. Þetta er ekki flókið, þess er á leiðinni í höllina 31. mæ. FM 957 Line-upið er orðið klárt 31. mæ í höllinni. Þetta er rosalegt. Fermingarslætning fyrir blöð Klas er á leiðinni. Samningar hafa náðst. Já, Við og álvöru gæja. þetta lag verður tekið þar, Infinity. Sko, svo fyndi að þú vorum að tala um það meðan lagið var í gangi að hérna, hann hlás mikið að liði sem alvöru lag, Já, svo mikið að liði sem langar að prófa að fara á Tomorrowland sem er stærsta festival í heimi Já, og sem bara Egill hefur nú er fasta gestur á. Nei, ég menna það bara og bara, þú færði ekki á betra festival ég býta, ég fullir það. En þú sér það að Klas, Timmy Trumpet, þetta eru gæði sem er að hella hana stærsta festival í heimi, þannig að þú getur basically farað á Tomorrowland í höllinni. Það er margir sem eru á Íslandi sem hafa aldrei farið og eiga eftir að fara, kannski fara einhvern tímann og geta nú upplifað þessi geðsjúku stemningu og þessi sett sem þessi meistarar eru með. Þannig og Klas náttúrulega bara, þú veist alltaf, þetta var Infinity náttúrulega var ekki bara hérna eitthvað vinsælt lag í einu landu, bara vinsælt lag í heimi á sínum tíma sko. Þannig að hérna, og algjör meistari, ég gleym aldrei, ég var á Tomorrowland þegar tók sett þarna og það var ekkert eðlilega gott sett sko. Og nú líka all line-up er komið, þannig að þeir sem vilja sjá bara hvernig höllin, það er búið að læsa höllinni. Þú veist það bara line-up er svona og það er hægt að sjá það í þessum nýja trailer sem var að mæta. Fyrir þetta leinigesti, þá er þetta uppgefið line-up. Já, slatt af þeim. Það eru með þess að rándir í leiningi. Ef fólk horfður á trailerinu, vorum á Crosspoint, ég geti fara á story hjá einhverjum á okkur þrem. Þetta er, þú ferð ekkert oft svona line-up, þá voru að segja það. Þetta verður veisla og talandi veislu og þá er rándýr gestur á þetta hérna í hús. Jóhanna Guðrún er rétt og mætt að fara í auglýsingar. Hún verður í höllinni. Hún verður í höllinni líka. Og hún ætlar að taka Alone með Heart. Það er í til í FM 957 Þetta er sprungun nýtt frá, tveim toppmönnum Kristmund Raxel og Herran Hnetusmjörn. Þetta eru Missi stjórn. Þetta eru að rétta, þetta eru tvei toppmenn. Já, og talandi um toppmenn, þá erum við komnir með toppkonu, eða hvernig einn af okkar bestu, Jóhanna Guðrún, verður velkomin. Hæ, geggjað að fá þig. Gaman að koma, alltaf. Og það er alltaf sama spurningin, bara í byrjun, hvað ertu? Ég er bara mjög hress. Ég er bara til í þetta, geggja veður og það er eitthvað gýr. Það er eitthvað mæ og púki fólki. Lífið er gott. Allt upp á 10. Allt upp á 10 núna sko. Já, og sko, þú vart að fara í gang með eitthvað sem að, hvað er þetta orðið? 3 ára koncept? Já. Þetta er bara eitthvað sem að ég held að gæti orðið svona árleg skemmtun. Ég held að orðið það. Þetta er orðið það. Sko, við fengum heiðurinn að vera með síðast og það var, ég hef aldrei séð svona rosa. Það var algjör trillingur sko. Og það er mamma þarf að djama. Það er mamma þarf að djama. Já. Og hvað alltaf, hefur þetta alltaf okkur ákveðin tíma á árunni eða þetta bara einhver tíma? Við höfum verið að prófa okkur svolítið áfram en þetta var upphaflega í október ef ég er ekki farað með rangt mál. Og núna næstu ætlum við að hafa þetta 4. október. Okay. Já.
Í Háskólabíói og hérna verðum aftur fyrir þá sem ekki vita þá náttúrulega mamma þarf að jamma konseptið í rauninni til þess að í grunninn til þess að upphæfa konur bara og hérna náttúrulega gefa mömmunum tækifæri til þess að fara út og skemmta sér aðeins og svo líka fyrir konur í atvinnulífinu, konur sem eru að reka sín einn fyrirtæki og þau eru öll með svona bása og það svona fyrirtækja expo frammi og þetta, þú veist, þetta er svona heildrænn viðburður, þetta er ekki bara tónleikarnir, það er líka ógeðslega gaman að frammi þegar þú kemur inn, koma inn, fá sér drikk, skoða básana, spjalla, mingla, og svo fyrir vinn og þá er allt bara á byrja ruglið. Eru no men allowed? Jú, auðvitað það eru allir velkomnir, já, en það var samt mjög fyndið á fyrstu tónleikunum, það voru greinlega svona, það voru svona 4 til 5 kallmenn í öllum salnum og þeir voru allir bara eitthvað, þú veist, hvað er ég að gera þetta og horfðu á konurna sína, bara þú sagðir að það mætt þú sagðir að þið fullt að görðum en má ég það segja, ef ég er á lausu ég veit ég er með 990 kolvittlusar konur henni í Háskólabíó þetta er tækifæri með vinum mínum og ég er að fara að hella for get in time þetta verður helviti þreytt eða allt í nú verður bara einhverju 500 einhlipi kallar það er alveg aðalegt sko ef þeir komið að koma allar miðan og það er konur henni það er þreytt, það er ekki alveg í búið sko. En er komið núna line-upið, er það tilbúið? Line-upið er tilbúið Já, við erum að tala sko við erum að tala dýrt line-up sko Það er Helgi Björns, sá ég, það er okkar besta Ragga Gísla, þegar ekki? Jú og hana hef ég sko verið að reyna að fá bara í hinn 2 skiptin hef ég alltaf viljað að fá Röggu og hún hefur ekki komist hingað til fyrir núna að sjá hann að taka samningar og sjá hann að taka Sisi ég sá hann gerði það eins og í Háskólabíó og þá var hún með Gauta í Júlefinir og þegar bara það byrja bara bara það var allt bila hún kann hann á stemningu já, Valur og Jarðabæra mjög líka þegar hann þetta er til svæðis það verður allt vitt þetta er bara one date only, bara 1 gig og það er sko eins og þetta er það stórt, þú getur þetta að vera negla sig á fleiri daga já, það væri skemmtilegt, það er í rauninni maður er bara playing it safe, sjá hvernig fólk tekur í þetta en hins vegar þá er miðasalinn að fara mjög vel á stað og maður bara skoða hlutina já, og það er inn á tix.is já, inn á tix.is já mamma þarf að tjama 4. október margi, ef þú er laus og gæi á lausu þá finnur ekki betra location ég hætti að skemma konseptið þetta er mamma þarf að djamma ég er ekki mikið kallið að mæta það við bönnum engum aðgang en skilir þið, konsept er mamma þarf að djamma það er ekki eitthvað svona lausið gaurar og lausu stelpunar eiga bara að fá að geta haga sér eins og það er vilja þetta er fullkomin gjöf líka frá bara allar strákar sem eiga kærustur að koma með óvart og kaupa með algjörlega, leifa stelpunum svo vinir geta heist, þeir eru ekki að senda stelpunar á tónlinga það er stemning í þessu og þá geta þeir farið og gert eitthvað annað já, ég spila tala bara farið að lana drukki brennu frammeittir og lana en við getum staðfest að við vorum alltaf í fyrra og þetta er bara stemming sem ég hef ekki séð í Háskólabíó þetta er styrla þannig að við mælum sko, það er eina Jóna þú veist bara að við erum your biggest fan þegar kemur að því að syngja og ég sendi á því í hátteginu má ég velja lag fyrir þig þú sagðist vera kvefuð og eitthvað en já, ég er alveg sko, ég er ekki svona söngvari sko, ég er ekki eins og Sverrir Bergmann ég er ekki alltaf með kvef sko en ég er actually núna með kvef ég er að drepast, ég er með hósta og hálsbólgu en ég er líka your biggest fan þannig að ég skal syngja fyrir ykkur þó ég sé svo leys já, ok, sko, mér langar svo ég er búin að hugsa að því að þegar við erum með bingo og svona, ég bara ákveður þetta lag aldrei dottið inn, þetta er algjört króksarlag það er Alone með Heart þetta er lag sem að bara ég dýrka og ég væri svo til að hlusta á Jóhann Gunnar syngja það og ég er búin að svona gabba í það og þú ertu til í þetta? Ég er til í þetta og ég verði hér eða? Já, ertu með headphone-in? Ég verði hérna, ég heyri en ég ætla að finna textan hérna, ég held samt að Gunnar neila Já, sko, þú getur komið hingað þú vilt Og ég gerði það? Já, skipta við Á serðu textan Erðin, maður sjá, djúvel er til í þetta Nú er sko, ja, þú veist, þetta er náttúrulega alvöru króksarlag Ég hef heyrt þetta Sturla lag Ég hef heyrt króksarna taka þetta í Carnegie Þetta er ástæðan fyrir að Carrie Underwood vann Idol á sín tíma Já, en hún syngur ekki að vel á svo Johanna Fulli vinningu fyrir Carrie Underwood Með kvef, sko, Jóhanna með kvef syngur betur Ready? Ég er ready Ok, ég lofa samt engu krakkar Það er ekkert víst að þetta klikki Sing your heart out Áttu að koma lag í grein Hversu mörg ára á tökunum? 14 ár sko 14 ár Ég þarf að lifta hérna Það var setið skammar Again Þeir eru að byrjunni það ekki? Já Veitu hvað? Hvað lag er komið á með? Hvað er að gera svo? Það setja á 30 lög í einu
14 ár Ég held þetta að tekist þau þriðu tilur Það ekki? Sing King karaoke. Já, Ok, þetta er það varstu lengi að Geðu finna okkur séns Johanna Við segjum að heimsmæli hvar það Já, Svo alltaf þau fáum Johanna í stúdíóði Þetta var rosa þetta var gæsa Takk fyrir. Helviti langt Jú, fyrir gæsa gæsa Jesus í maður stúdíónu. En sagði- Ykkur hugsa, kennir hvað er okkur að ekki að gerast syngja eins og þú gerir syngur Þú kennir okkur í fjölunum í það Það er Ég gott við höllina bara, þið getið bara mætt til mér í engatíma, það er minnsta Er það máli ekki? heimi, sko. Herru, en að taka þetta lag í Mamma þarf að djama. Það var alveg sniðut. Ja. Þetta er bara, þið komið alltaf með geggjar hugmyndistrátt. Þið megi eiga það. Herðu, veistu hvað? Ég hérna að því varst að tala um að getið kent okkur að syngja Aha. Ég fekk ekkert sem flug í höfuð svona í kringum jólin í hitti fyrra eitthvað ég okkur að segja hún Ég ætla að læra að syngja Ég er bara búin að ákveða, ég ætla að læra að syngja Ég kann ekkert að syngja Og ég sendi á 2 Geggjaður að kennara syngja. Þá bara Söngvari syngja. já.is og sendi bara 2 kennara Fekk ekki svar Nei, þeir hafa eitthvað grenjað og hlátur Ég er samt ekki sammála því að þú kunnir ekki að syngja. Þú ert alveg að rappa og þú ert að syngja melodíur, skiluru. Geggjaður Þannig að ég, og þú ert með geggja natural sound, sko. Hætti að niðurlega sjálfa þig. Ég bara held að þú fari mjög auðvelt með að læra að Það syngja. segir og sagði bara það er bara nennir enginn að hafa þig sko að vera Ég held sko, ég var að hugsa Krefjandi þetta núna. kunni. Já, þegar Jóna var að syngja. Ég held að séu svo allir svo pignir í kringum mig að ég sé ekki að góður að syngja á Jóna Guðrún. Maður væri Ég væri búin að gera út af því. Þú er búin að bæta þig mikið líka Já, ef ég væri með svona pípur ég myndi Það er lappa inn á enginn alla með- karaoke staði í Evrópu Það og er svona, enginn- já, tökum eitt lag já. Ég samt var eiginlega smá þannig þegar ég var krakki, sko. Ég tók þetta bara út mjög snemma. Stóðþólandi það Ég var óþólandi, ég var í öllum afmælisveislum, jólabóðum, bara allt sem var einhver staðar, þá var ég Þú vildir upp á syngja. stól. Ég gat ekki einu svona sungið á gólfinu, ég þurfti að vera upphækkuð, sko. Og það Ég þurfti leikar að vera að upp á pakka öllu stól saman og ég man eftir, ég hef aldrei verið eins móðguð á æfinu og þegar afi minn saði eitthvað herra ástu mín, þetta er bara komið gott og nú skulum við bara ekki syngja meira og ég bara sagði, hvað sagði afneita ánum næstu því, sko. What did you say? Bara ég er að gefa ykkur þetta frýtt Ég er ekki að rukka þig En við minnum á Mamma þarf að djama miðasala er inn á tix.is og já, sko, það er Árlegt koncept Árlegt og koncept. geggjað koncept Já, og já, við erum alltaf að tala um höllin í dag út af Klas, þetta verður tekið í höllin líka Jóna, takk fyrir okkur Takk fyrir mig. Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er þeirra FM 95 blöð hér á FM 957 Þetta er, já, komið að því Jóna er farin úr húsi og Egill er að pissa, þannig að við setjum bara 2 hérna og stendi núna Já, þetta er bara kósi Já, helviti þægilegt Jöfull, er hún góð að syngja maður Já, þetta er fáralegt bara Já. það er svona Langt sinni fyrir gæsa á því í stúdíónu Já, þetta er svona ég líti á hana smá og náttúrulega Svessa og þessa heldsönga þetta er svona svindlkall Já. Svona, þetta er svona Bara galið Það er nákvæmlega þannig en sko við erum að fara í dagskrálið sem að heitir Mávar Já, Steindi. við erum að fara í Hann er ekki verið lengi Nei, hann er búin að vera, sko, Egill er bara Egill Hann er bara að tala við fólk en það fram í slagur Veit hann ekki hann er í vinnunni? Ég held að hann veit ekki að við séum byrjaðir Já. Herru, ég ætla að henda ykkur í máva Já. Og sko, ástæðan fyrir því Við komum aðeins inn á því byrjun þáttar að við eigum heimsmeistara eða sem sagt, hún á íslenska kærasta Já, Hvað heitir hún áttur? að sjá, ég er núna, hérna Hún vann þetta ég var sko, ég er að finna, hérna Já, hún vann, hún Anna við erum að segja, ég ætla aðeins að finna, hérna Sko, hún senda á mig því hún vissi að við værum, hérna mikli mávamenn Allavega Ég vil ekki segja að við erum miklu mávamenn en svona Nei, blessaður, ætlar að vera með það Það er ekki nema Ég var að spjalla við liða bylgjun Já, ég sá það Þú voru að segja um mig hérna að það var hérna, hún skildi mig hvað var, veist, þegar var, í draumnum þegar það var hárið tekið að mér sá bara í augunum hvað þetta var erfitt fyrir mig og ég var ekki að feika og þetta er erfitt sem ég gert aðeins mér hárið tekið að mér, aldrei lent í öðru eins hún skildi mig, þannig að ég er gott að finna eitthvað svona sem að vera sköldur, ekki grín Ég get alveg toppa það aðeins Það er að mig ekki klippa sig og þurfa að safna hári Þú veist það, hörðu Það er það Ég er sem að fíla þetta nýja lókið Gurri sagði miðan daginn, hörðu Steindi var aldrei við að mynda lónu akkurat núna, stendur ykkur að mynda þér Já, ég Þetta er alltaf hugulegur sko, en ég hugsaði bara ok, Ég er að hugulegur gæði sko Ég er að safna- Ég bara, veistu það hvernig það, út af þessu hári svo Já, Gælur fíla hár ég má ekki klippa takk. mig Gaman að heyra út árið Herðu, við farið í liðin Herru, já, og hún sem sagt, þetta er sem sagt, hún Anna Brynhald Hún var að vinna, hún er bara heimsmeistari í að herma eftir mávi Hvað er keft í þessu?
Þetta sko, hvað var, ég veit ekki alveg hvað þessi keppni var. Bara svo háum í fótbolta núna það í, þú veist, í USA og svo í Mexiko og Kanada og svo þetta er bara í Fraklandi og keppnin í máfum sér á 4 ára fresti í sikuru landinu. Sko, þetta er bara eitthvað festival sem er halda líklega, það er bara gott fyrir economy og löndum að fá þessi keppni. Sko, ef þetta er svipað á luftgitarinn þá er keppt í öllum löndum og sigurverðinir fara svo að hittast í The World Champions. Sko, þetta er auðvitað Steindi, þú mun toppa mávakonserti þegar þessi manneska situr hérna inn í stúdíónu og tekur máv. Já, okkur er hún ekki eða á gigginu. Það mun gera. Síðast að veist að mæ, sko. Herru, sko, ég ætla að leiða ykkur að heyra aftur hvernig sigurverðin hljómaði. Því að mávar í dag, þetta er basically, ég er ekki að vera að segja ykkur facts máva, þótt ég geti nú gert það í allan dag. Þetta kostulegir fuglar. Þá ætla ég að leiða ykkur að heyra hvernig sigurverðin hljómar því að ég ætla að henda ykkur í keppni. Hvor ykkar gerir betri máf. Sigurverðin hér. Þú veist þetta vel gert maður. Ég myndi halda þetta væri alvöru máf. Já, enda vann hún. Það byrja að takk svona. Það er alvöru stemning. Hvernig getur þetta? Þetta er alvöru talent. Já. En þetta verður ekki moldríka. Jú. Þetta verður óþægilegt sko. Egil, þú byrjar. Tókum öllum daginn, ég vann þetta síðan sko. Er það? Höfum við keppt í? Já, gerðum við daginn, ég reykti þig. Þetta er ekki 5 sekundar dæmi. Þetta er svona, mér finnst þetta menni að fá 20 sek á haus. Nei, þetta er alltaf langt. Þetta er 8 sek max 10, ég meina hún var hann. Ég skal byrja þetta og ég er the reigning champ í þessu. Hvað er við 10 sekundar máf? Leynast í yfir mig. Heyrðu, ég sá bara stjörnu. Þetta fannst mér bara ekki galið. Mér finnst þetta bara gott. Ég kem til 16 úrslit. Ég er ekki að vinna HM. Ég verði ekki, ég heldur góður í þessu. Ég prófaði að horfa ekki á Egil. Ég horfði bara þanga og hlustaði. Þetta var óþægilegt. Þetta var svona máfur og fjaska. Ok, toppa þetta blöðari. Geðu þið máf. Ég var að segja 2 ránd á haus. Nei, það er bara einu sinni. Ef ég hugsa, ef ég loka augunum og ég vil ímynda mér að bara það vel gert að það sé máur inn í stúdíu. Ok, loka ég báður augunum. Nei. Hei, byrju. Hörðu, Steindi ég var að prófa þetta. Ok. Hörðu, sjöfum þetta góður í þessu. Ég var að prófa þetta eins. Shit, ég þess ekki. Þetta byrjaði vel. Byrjaði vel, svo var þetta eins og Nei, þetta byrjaði vel, svo fæstu eitthvað í hálsin. Svo eitthvað svona furball, eitthvað svona. Nei, byrjaði bara nýtt og glemdu ekki taka the furball. Þetta er svo lélegt útart maður. Nei. Þetta er okkar fænest. Herru, já. Þetta er búið. Þetta er ástæða fyrir aldrei uppgötur á bylginu. Það er ákvæmt þessu sko. Það er ekki að taka máf hinum meginn. Nei, ég byrst afsökunar á þessu. Þau er að leika einhver dýr á hinum meginn, pottjætt. Leika einhver dýr? Já, þau eru komin í gýrin hinum meginn. Það er fössari og þetta eina ég máfum í dag. Já, mér langar bara að leifa hlustundum að heyra hvernig þetta fær í dag. Mér finnst þetta er alltaf jafn spennandi að heyra þetta. Ég meina, sko, Egil kom með ágætt smá blöð. Þú varst með góða má áður og fékkst hairball. Hver vann? Ég veit það ekki, þetta var drullu jæmt. Já, blöð. Maður heyra bara 5 maður fá sekundabáðum. Stundum verður þau bara hreinskilnir. Það koma svona keppnir þar sem það er engin sigurveri í þessu stundum. En sko, en ég með hugmynd, og það má vera gegn koncept, þú varst oft með svona okkur og sem einhverja staðvirindur máva. Þú veitum að segja út þau rétt eða ránt. Já, mannst ekki. Elsti máur allan tíma er 33 ára eða eitthvað. Norsku máur. Heldur hann sé dáinn? Nei. En ennur að rækta vinasambandi við þessa gerlu og bókana. Já. Ekki segja bara já, gerðu það. Nei, ég skal bara Hún að rækta vinasambandi. Nei, ég getur að segja já, svo svarar hann aldrei og þetta deyr út. Geðu mér kontakt. Ég vona núna, kemst í það. Nei, maður fá meilið það. Ég skal taka hann að bolta. Þetta er meilið. Man ekki treyst fyrir neinum boltum hérna. Ég get alveg sendið eitt e-mail. Ég treysti yfir þessu hérna. FM 957 Hárekar, Keiluöldin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og drengir, þetta er bara að fljóta liða. Það er bara að vera 6. Það er verið að því vorum að spila máva. Ég gæti tekið 4 tíma þátt. Þetta er svona þannig gýri getur verið 2 tíma viðbót. Maður getur setið hérna helviti lengi núna. Herðu, það er búið að negla það, drengir. Ég ætla að fljúa höllina þegar máva verður tegnir. Fljúa höllina? Ég ætla í vír og ég mun fljúa hann Hvað gerir vírin, slitnar og faceplantar? Hvað legir því? Þá er það bara treyst á fólki fyrir neðan áfalla hjálp bara fyrir 10 stansandi. Það verður agalig sjón. Manstu því faceplantaði við, öðvögt. Nei, þú faceplantaði ekki þá. Nei, ég hoppaði í stage-stafaði. Á stage-stafaði, en máli er að þú fattaði ekki að þú
Átt að snúa, út alltaf að henda þig sko með bakið í. En ég bara þorði því. Þú fóst fram fyrir þig. Já, Þannig að órum mistök. allt í hennu var bara verið að, þú veist, creepy your penis. Hvernig er helgin, drengir? Ég er bara í ammali á A Tiny Little Baby núna. Það byrjar kl. 5 en ég ætla að er í radio en ég er að beint í það. Já, til að ekki með Aron. Beint í pulsur. Já, vel gert. Svo bara andlur undirbúningu fyrir höllina 31. mæ. Það er svolítið þannig. Ná, Já, ég við erum alveg til Akureyrar á morgun. Já, við verðum fyrir City of Norðan. Joy. Það er alltaf gaman að vera lagur en maður, djöðlega gaman. Dýrka, Herrakvöld Þórs, það var alvöru veisla. Ég hörðu, Stóri var að gefa út lag maður. Við náðum ekki að það sem bráðlega gerur. Við náðum ekki að spila það maður. Já, þáttum við ekki Geðsjúkt búin. lag. Ég get bara endað á því. Hörðu, settu það á. Það er rosalegt Já, helvist eftir lag að með heyra Stóra það, sko. þannig að er helviti gott að fá Það er það svona í gang. Linkin Park, þetta er svo króksarleg. Já, Þannig, settu þetta er svona lag sem er fyrir blöð og Rocky er að koma að stertinn. Já, svo sé bara K.A.K. og er það This Is? Hvað er lagi? Byrja þess, ég ætla ekki að drulla á mig núna sko. Ég er að opna þetta hérna. Ekki að Stóri, láta mig heyra það sko. Alla leið heitir það. Ok. Ekki This Is, sko, það er hrikaldur að spila This Is. Alla leið. Já, við endum á því. En annars er eiginlega bara komið að lokum hérna hjá okkur, drengir, takk fyrir daginn. Við minnum á Svoleiðis. FM 95, nei, við minnum á blökastið á þriðjudaginn. Já. Og svo bara mættir hérna eftir viku. Þetta er ekki stór helgi? Fyrsta helgin í Jó, maí. ég minna, þú veist, það er sunshine núna, það er fössari. Það verður allt geðsjúkt í miðbæri Reykjavíkur í kvöld. Já. Og hérna, og bara fílingur, það komið sumar, það er allir léttir. Svo náttúrulega var líka sko frídagur í fyrra dag. Nei, það var í gær, 1. maí. Já, frídagur í gær. Þannig að það eru margir sem Fyrradag. taka sko mið, fimt, sleppaði líklegast að mæta inn á fös og eru fulli núna. Alveg Taka svo vakt. laug. Ég held að margir takki sunnling, Sunn. sérstaklega gott viður. Ja, þetta er Ég held til svo að taka gott höð og sunnling, leikir og Já, eitthvað. þetta er svona 200-300 tíma vakt hjá einhverjum sko. Þetta er þannig helgi bara. Já, svo er risaleikur í kvöld, svo ég minni nú á bónusteldina. Það er Grindavík Stjarnan. Hvernig fer það, hérna Púp, þú er minn maður í þessu. Ég vona að Grindavík jafni. Ok, hvernig heldur þetta fari? Ég held að Grindavík vinni í kvöld. Það verður Ok. 2-2-8 leikur. Thank Svo you. er Álftanesið á morgun, þá er Álftanes Tindastóll. Hvernig er staðan í þeim málum? 2 fyrir stólana í rosalegu leik. Það var eitthvað- það var var eitthvað framlegging og bara. Það er eitthvað besta entertainment sem ég fengi á æðu minni. Ég ætla líka að Sá, hrósa. þú varst endar í VIP sætum hann á staðinu, ég var í sófanum sko, það var rosalega leikur. Álftanes maður, það er Ég ætla að nú er hrósa þeir litla liði sko. Ég ætla að hrósa Álftanesningum. Þeir voru með tróðfulla stúku og alvöru læti í sig. Já, alvöru coach líka. Já, K.J. Brósar í bullinu, okkar besti maður. Ja, þú veist það sem hann er búin að gera við þetta lið Hann er bara að stimpla sig svakalegt, inn sem álur motherfucking coach. Mesta hrósi sem ég get gefið K.J. í þessum leik er þegar hann challengeaði til að fá auka leikli. Ef Ég get hann er að lofað hlusta því. þá veit hann nákvæmlega hvað er. Ég get lofa þér, ég var ekki á staðnum en hann var í jakkafötum eins og alveg NBA Hann var bara í bós. Hæ? Jakkaföld. Já, mætir hann í jakkafötum í heima Þú farið í síkið það, þú Það er var ekki 60 jakkafötum hitti hann í inn síkið. eitthvað. Já, Káli og Var jakkafötum það verið kraftkalaðan inn eða? Nú er ég búin að hrósa Álftanesningum, þá var ég líka að hrósa síkinu. Það var alvöru stemming á mánudaginn í síkinu. Já, fyllibittur, nefnisfólk. Bara dýrkaði það. Herru, við ætlum að enda þetta okkar besta manni, það er Húsvörðun og Akureyri og lagið Stóri, heitir Alla. rosalegt lag, Linkin Park feelingur. Plasænaður í höllina, drengi. Það er svo svakalegt, sko. Let's go. Nei, þetta er ekki 14 Þetta er ekki rétt lag. 14 Svona, ekki? Þetta er bara spott. Það með þetta, já. Þetta er topp tónlistarstöðin. FM 957